hjartasjúkdóma og sykursýki. Einnig hefur hann rannsakað breytingar í stöðu áhættuþátta yfir tíma og hvernig áhrif þeirra eru á tíðni hjartasjúkdóma. Thor hefur einnig rannsakað framlag erfða til ýmissa sjúkdóma. Hann var í fararbroddi íslensk vísindafólks sem spáði fyrir þróun kórónuveirufaraldursins. Thor í hópi þeirra fræðimanna við Háskóla Íslands sem hafa frá upphafi birt flestar vísindagreinar, en þær eru hátt á 400. Þegar þú kemur á nám í Iowa í Bandaríkjunum, Thor, þá ferðu að vinna hjá Hjartavernd að skoða hvaða líkur það eru að maður fái hjartaáfall. Já. Það er hægt að mæla það? Það er hægt að mæla það, út frá líkum. Þá var ég svo heppinn að kynnast Vilmundi Gunnarsinni, forstöðulækni Hjartaverndar, og ég fekk vinnu á nákvæmlega sama tíma á öldrunarrannsókn Hjartaverndar fór af stað, sem er rannsóknarverkefni af risamælikvarða sem er hægt að tala endalaust en ég ætla þá samt að segja bara að fyrsta verkefni sem ég fekk var að búa til svona áhættureikning, spálíkan, líkurnar á að fá hjartasjúkdóma. Og þá tekur inn í þetta, þessa áhættu þetta sem við þekkjum, blóðþrýstingin, kólesteróli, reykingarnar, sykursýki, ættarsögu og svo framvegis. En engir félagslegi þættir, ekki, og ekkert eins og ég er búinn að tala ekkert líðan eða áföll eða neitt svoleiðis, þessi hörðu mælanlegu þættir. Og það var svolítið svona, hugmyndafræðin þá, við erum að tala upp úr 2000, að það væri kannski bara allt mælanlegt. Þú getur bara mælt þig og þá veistu hvað það verður þig. Ég held að það sé ekki svo einfalt. En við erum farin að taka miklu fleiri þætti núna á seinni árum á nýrri öld, erum við farin að skoða til og með menntun, hvað áhrif menntun hefur á líðan fólks. Algjörlega. Ýmsið svona í þínu æviferli, eins og við töluðum eins og áföll og hvernig þú nærð að mennta þig og svo framvegis. Og eitt sem við vorum að birta úr gögnum Hjartaverndar, nýlegri rannsókn Hjartaverndar, að þá voru 6.000 Íslendingar kallaðir inn að handahófi og það var spurt menntunarstöðu þeirra. Og hún greindi í þessa grunnskóla, framhald, háskóla, iðn og tækni. Og þá sér maður þetta bil á milli fólks, með minnstu menntun og mestu menntun. Það er miklu meir hjartasjúkdóma í þeim minna mentuð heldur en meira mentuð. Þetta er merkilegt og af hverju þetta svona? Og auðvitað kannski lífstíl og reykingar og annað, en mætti koma veg fyrir það? Ég veit það ekki. Ég meina, er þetta streita sem við erum ekki að mæla mitt og nota í þessum áhættulíkunum? Erum við að gleyma einhverju? Er þetta svigrúmi sem við höfum í daglegu lífi? Hafa þessi meiru menntaðir eitthvað svona bara, þetta svigrúm sem að marga þráir, ráða meira yfir sig sjálfir? Það er svo margt sem að er ekki mælanlegt en svo sjáum við þetta. Og þetta er líka birt á Hagstofunni sem þeir eiga sínar tölur áhrif menntunar líka og sem styðja við þetta bil á milli fólks. Af hverju eru ævilíkur fólks eftir menntun svona mismunandi? Og það munar mörgum árum, Og það sem mér finnst sem alvarlegt, jafnvel, já ég segi það er alvarlegt, að bilið á milli kvenna með mestu og minnstu menntun, það er eiginlega bara aukast. Og það ég held að stefni líka þessi að aukast hjá körlum. Þannig að það er að verða meiri breikkun í þjóðfélaginu. Þetta er áhyggjuefni. Ættum við ekki verið að fara nær, Akkurat. Ég held það. En menntun lengir lífið. Þannig að eitthvað í menntuninni, það er þessi sambland af mörgum þáttum, en ég fullyrði að það er líka eitthvað bara í menntuninni sem gerir þig sterkari, klókari og hjálpar til við að halda þér hraustari og lengja lífið. Og þetta sést alveg í erlendum rannsóknum líka. Þannig að við erum að sjá þetta líka sama mynstur hérna á Íslandi, eins og ég hef komið að. Við erum ekkert öðruvísi en aðrir. Og við sjáum sömu hluti hér og annars staðar. Og við þurfum að læra að því. Og mér finnst þetta að taka eitthvað áfram. Mér finnst að leggja áherslu á jöfnuð og hugsa eins þetta. En þetta er ekki alveg sanngjarnt. Anna Bára, þú varst að hefja doktorsnám hjá Thor. Já. Hvernig lá leið þín hingað? Ég byrjaði í lýðheilsuvísindum 2018 og útskrifaðist 2020 og svo náttúrulega kom bara COVID og það var atvinnuleysi og þess aftar, þannig ég einhvern veginn endaði að byrja að starfa hérna í miðstöð lýðheilsuvísindum og hef verið starfandi síðan. Og alltaf jafn ánægð? Já, þetta er bara einn með betri vinnustöðum sem ég hef verið á. En dásamlegt? Bara frábær starfsmórall og svo var mikil forréttindi að vinna með svona flottum prófessorum
og bara frábæru fólki. Einmitt. Og hvernig að vinna með Thor? Thor náttúrulega bara einstakur, hún bara algjörlega frábær maður og já, það bara... Mikið sem að maður lærir á honum, já. Já, mjög mikið sem maður hefur lært á honum gegnum tíðina og bara ómetanlegur stuðningur í þeim verkefnum sem maður að vinna í tengslu við doktorsnámið. Já, það náttúrulega mjög dýrmætt. Mjög svo. Já. Og hvað býður þín að námi loknu? Já, það áfram akademían og rannsóknir eða? Það stór spurning, sko. Akademían hellar alltaf en ég hef líka áhuga að vinna þess meira á vettvangi og horfi til dæmis til embætti landlæknis. Já. En það kemur kannski bara betur ljós síðar eftir að ég búin að sérhæfa mig enn frekar. Í svona stóru vísindasamfélagi finnum maður kraftin af alþjóðlegu samstarfi Thor, en líka þeirri staðreynd sem mikilvæg að íslenski vísindamenn koma mjög víða að. Það skiptir máli. Það alveg sammála. Mér finnst þetta einmitt kosturinn við þetta starf sem hér. Við erum lærð úr ýmsum áttum. Ég kem frá Ameríku, forstöðukonurnar hérna í rannsóknunum koma frá Svíþjóð, það fólk frá Frakklandi, Bretlandi, fleiri frá Bandaríkjunum, þú veist, þannig að við hefum svona okkar menningarkeima, þannig að við skiljum hvort annað og svo lærum við á hina og svo erum við með nema og þeir koma frá Kína, Frakklandi, líka Norðurlöndunum. Þá verður til einhvern veginn svona meiri kraftur, nákvæmlega, og við lærum hvort af öðru og við sjáum hvernig fólk vinnur, og getum tekið það góða og unnið með áfram. Mér finnst þetta alveg frábært að þetta skuli vera svona. Og það minn draumur náttúrulega, þessir nemar okkar sem við erum að ala hérna upp og kenna, að þau fari út líka, Ég held að það sé svo mikilvægt. Þetta verður dýnamískara samfélag. Já, og við erum líka þá duglegri, að fá fólk erlendis frá í heimsókn, gestaprófessora frá ýmsum löndum og við að auki að fara út. Ég núna nýbúinn að vera í rannsóknarleyfi mitt í Stokkhólmi af því að við þekkjum fólk þar og þá get ég farið og verið þar og lært af þeim. Þetta mjög mikilvægt. Við höfum að sækja okkur, krafta og þekkingur í ýmsum áttum, öllum áttum bara, segi ég fyrir ykkar. Við erum ekki lengur hellisbúar. Nei, við eigum ekki að vera það. Við höfum að vera víðförur, það er málið. En tökum bara fyrir orðið víðsýni. Það hlýtur að skipta máli. Algjörlega, við erum að vera, við verðum að passa okkur, við verðum að vera mjög svona í þessum vísindum, öll svona hlutlaus, skilurðu. En víðsýn, við erum að vera opin fyrir því að það er allt mögulegt. Og það getur komið niðurstöður, getur komið okkur óvart sem við búist ekki við. Ekki íta þeim að borðinu, skilurðu. Við erum opin fyrir því óvænta. Já, opin fyrir óvænta, skoða það betur. Eins og þetta með að fólk sem að veikist vægt af COVID. Þeir fengur svona einhverja upprisu, þeim leið miklu betur en fólki sem veiktist ekki. En það er kannski eitthvað til. Og það er eitt af því sem er óvænt. Það er eitt af því sem er óvænt. Og það er það sem gerir þetta spennandi. Nákvæmlega, það er margt svona, Þannig að við erum að vera víðsýn og skoða hlutina úr öllum áttum. Og þá erum við margs vísari rannsóknir og fræðastörf prófessors Thors Aspelund. Við höldum áfram að kynnast okkar stórkostlega vísindafólki hér í næstu viku. Þangað til, verið sæl.
Góðan dag. Má ekki bjóða ykkur fréttablað dagsins? Við erum byrjað að dreifa því í alla búðir, alla betri búðir. Gjörðu svo vel. Njóttu. Má ekki bjóða þér? Gjörðu svo vel. Njóttu. Má bjóða þér blað dagsins? Við erum byrjað að dreifa fréttablaðinu mun víðar en áður, meðal annars í helstu matvörubúðum landsins. Frítt eintak fyrir þig. Útkall hér á Hringbraut klukkan 19:30 alla miðvikudaga. Fylgist með. Stofn er vildarþjónusta Sjóvá. Á hverju ári fá tjónlausir viðskiptavinir okkar stofn endurgreiðslu og þannig hefur það verið í rúm 25 ár. Sjóvá. Gerum tryggingar betri. Við tökum bara eina pöntun í einu og svo kemur sendillinn á morgun. Teljum upp úr pókanum. Sigraðu innkaupin hvenær sem með netverslunin okkar. Netto. Já, komið sæl og blessu og velkomin með okkur í íþróttavikuna hérna á Hringbraut. Ég ætlaði að byrja þessu núna. Þá ætla ég nú bara alla mér aftur. Lewandowski, Thomas Müller, Goretzka. Þú mátt sjá bara alla þessa leikmenn, af því að þeir spila alla leiki líka. Maradona og hann var alltaf með styttuna, þetta miklu flottari myndir heldur en sem við fáum í dag af fögnum. Frá fyrstu kynnum ég fannað og talaðir til mín. Komið sæl og velkomin á fréttavaktina miðvikudaginn 23. nóvember. Í þættinum þetta helst. Formaður VR segir kjaraviðræður í uppnámi eftir að Seðlabankinn hækkaði stýrivexti fyrr í dag. Meginvextir Seðlabanka standa nú í 6%. 40% ungmenna á Íslandi upplifa mismunun samkvæmt nýrri skýrslu UNICEF, en hana má einkum rekja til fátæktar sem takmarkar þátttöku í samfélaginu. Guðmundur Ágúst Kristjánsson hefur leik á morgun á sterkustu mótaröðin í golfi í Evrópu, DP World Tour. Hann annar Íslendingurinn sem nær þessum glæsilega árangri. Og veðrið á morgun, austan og norðaustan 8 til 15 en sumstaðar 13 til 18 metrar, sunnanlands og á Vestfjörðum. Víða rigning einkanlega eystra, hiti 3 til 8 stig að deginum. En við hefjum leika hér í suðupotti frétta dagsins. Þau eru komin hingað til mín Erla María og Ragnar blaðamenn, velkomin bæði tvö. Hei. Erla, byrjum aðeins á, við höfum verið að svona fylgjast með fréttum síðustu daga af þessum hreyfingum og væringum í undirheimunum og það slær óhug af fólki, held ég að sé óvægt að segja, og það var svona, í gær var mikið verið að tala að vara fólk við því að vera á ferðinni helgina í miðbænum. Var þetta kannski dálítið fumhlaup eða ástæða til þess að hafa áhyggjur af þessu? Sko, það alveg ástæða til þess að hafa áhyggjur, held ég. Það sem lögreglan hefur gefið út að þeir ætla að vera með aukinn viðbúnað helgina og þeir verða væntanlega mjög sýnilegir í miðbænum. Það náttúrulega þetta skjáskot af einhverjum skilaboðum sem fór manna á milli, bara eins og eldrum sinnum netheima í gær. Þar sem að það verið að segja það að þeir sem urðu fyrir árásina á Bankastræti Club síðustu helgi, að þeir væri að hyggja á hefndir og væru að skipuleggja einhvers konar hnífaárás sem ætti þá beinast annars vegar gegn dyraverðum og hins vegar gegn almennum borgurum. En það vakti líka athygli að myndband sem fór í dreifingu í gærkvöldi, var það ekki í rauninni, sem frá árásinni, sem að hafa verið lekið frá lögreglu. Þetta hlýtur að kalla okkur viðbrögð á þeirra hálfu, eða ekki? Jú, það bara fór myndband, þannig að seint í gærkvöldi fór myndband á stað og grunnsemdir fóru fljótt að bera stað lögreglunni því að þetta náttúrulega myndband tekið af tölvuskjá og þar sést ýmislegt sem gæti bent til þess að lögreglan eða einhver starfsmaður lögreglunar hefði lekið þessu myndbandi. Þarna var árásin sýnd alveg í beinni, nákvæmlega eins og þetta þróast. Þarna hlaupa niður fjöldi fólks, fjöldi manna fyrir 27
og hlaupa þarna inn í VIP-herbergi sem 3 aðilar eru fyrir og þarna hefst bara þvílík stungárás og þetta frekar hryllilegt myndband svona að mínum mati þegar ég sá þetta sko. Já, og svo var eitthvað í gangi í nótt líka, það ekki? Jú, þetta virðist engan endahelt taka því að það varu slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu var kallað út í tvígang rétt laust eftir miðnætti, annars vegar í Fossvoginum og hins vegar í Hafnarfirði. Í öðru tilfellinu var þetta reyksprengja og í hinu tilfellinu var þetta eldsprengja. Og lögreglan hefur staðfest að báðar þessar árásir, þær tengjast þessu máli á Bankastræti Club. Ég held að sem margir allavega sem hugsa þannig að þetta er svolítið ógnvænleg þróun og kannski ólíkt því sem við höfum séð áður, held ég. Heldur betur. Þessu litla örugga landi okkar. Já, og svo einmitt líka var yfirlæknir á bráðamóttökunni var í samtali við Fréttablaðið og hefur sagt að það verður bara ákveðið viðbrögð, þau verður viðbragðsstöðu helgina. Hjúkrunarfræðingar hafa verið kallaðir mögulega á bakvakt helgina því það gæti verið einhvers konar aukið álag vegna þessar spennu sem í undirheimunum. Ókvæðanleg þróun. Við fylgjumst áfram með þessu og þið náttúrulega gerir það allan daginn og eru vakin og sofin yfir þessu. Ragnar, þú varst í dálítið öðrum verkefnum í dag. Þú varst að fylgjast með fundi það sem að Bjarni Benediktsson satt fyrir svörum, ekki rétt? Jú, hann kom fyrir stjórnskipunar og eftirlitsnefnd og það var verið að taka þar fyrir alls konar spurningar varðandi þá skýrslu Ríkisendurskoðunar. Margumrædda. Hinn margumrædda og það þá þetta seinna tilboðsferli sem að verið að spyrja aðallega út í. Og það þarna verið að tala alls konar hluti eins og mögulega var bara á góma hvort að innlendir aðilar hefðu mögulega keypt í gegnum erlenda aðila og svo líka einnig bara persónlega ábyrgð ráðherra og annað sem hefur verið í deglunni í þessu máli. Vakti athygli að hann talaði að þessi aðferð þó rauninni hann standi fast á því að þetta hafi verið vel heppnað allt saman, þessi sala á eignarhlutunum, en þessi aðferð ekki notað aftur. Jú, hann í rauninni staðfesti það þarna fyrir framan nefndina að það myndi ekki vera farið aftur tilboðsleiðina og hann segir að meðal annars sé það vegna þess að við búum bara einfaldlega í of litlu samfélagi. Já, að nándin sé of mikil og þar alveg hendi ekki að gera þetta með þessum hætti. Nei, en hann fer samt einnig inn á það að sko almennt útboð, það líka hefur sína kosti og galla. Það getur verið mjög tímafrekt og það geti í rauninni, það ekkert endilega betra sko. Nei, var hart sótt að hann á þessum fundi? Því að það hefur verið mikill hiti, sérstaklega inn á þingi. Já, það var nokkuð hart sótt að hann þá aðalega Sigmar Guðmundsson og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, þingmaður Pírata og náttúrulega Sigmar fyrir Viðreisn. Það var aðalega hún Þórhildur sem saumaði á honum svolítið sko og meðal annars spurði hann hvort að hefði konan hans mátt kaupa í útboðinu sem að faukaði hans í Bjarna þegar hann fékk þessa spurningu. En hann stendur keikur, það fer ekkert á milli mála. Það er af nægu að taka vettvangi dagsins, segjum þetta gott. Sinni, kæra þakki bæði tvö fyrir að koma í fréttavaktina. Við ætlum hins vegar núna að setja augun dálítið á stóra mál dagsins sem hlýtur að vera stýrivaxta hækkun Seðlabankans frá því morgun. Gera það með Ragnari Þór Ingólfssyni sem að koma sér fyrir hjá okkur í settinu. Já, það voru margir sem vöknuðu við það í morgun að Seðlabankinn var búinn að hækka stýrivexti 0,25%. Í rauninni kannski gegn því sem að margir höfðu spáð að vöxtum yrði haldið óbreyttum núna meginvextir Seðlabanka 6%. Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR, komin bara svona þín fyrstu viðbrögð við þessari ákvörðun. Það er margir sem að segja að þetta hafi komið á óvart. Já, þetta kom verulega óvart þar sem að Seðlabankinn hafi nú talað það að boltinn væri svolítið hjá verkalýðshreyfingunni eða hvað við segja, aðilum vinnumarkaðarins. Þetta kom á óvart og þetta voru líka gríðarleg vonbrigði, sérstaklega vegna þess að vinnan sem hefur verið unnin núna síðustu daga hefur lofað góðu. Þarna hefur verið að vinna og tala inn í ákveðnar hugmyndir sem að styðja við sameiginlegt markmið að ná niður vaxtastigi og verðbólgu. Og það sem gerist í rauninni í morgun að Seðlabankinn í rauninni ýtir þessu öllu út af borðinu. Þannig að kjaraviðræður sem eru í gangi, þið eruð í miðjum sjó. Þú vilt meina að þar hafi bara séð til lands? En þetta þýðir þá vantarlega að allt komið á byrjunarreit aftur? Já, svo sem ekki byrjunarreit. Allar þær hugmyndir sem við vorum að ræða og vorum að vinna, sem eins og ég sagði, að ég kannski teki ekki svo djúpt í áruna að við vorum farin að sjá til lands, en vinnan gekk mjög vel.
og það voru allir að vinna af miklum heilindum og við vorum að vinna þarna með ákveðnar hugmyndir sem að lofuðu mjög góðu og hefðu getað talað mjög sterkt inn í vinnuna síðan áfram við að ná hér niður verðbólgu og vöxtum. En Seðlabankinn í sig, hann sópar þessu öll út á borðinu og virðist vera í einhverju sólói sem að fæstir virðast hafa nokkurn skilning á hvert að fara sérstaklega í ljósi þess sem að gerast í kringum okkur. Við tökum til dæmis Þýskaland, það verðbólga 11,6% og stýrivextir 1,5 til 2%, við segjum 2%. Hér verðbólga 9,4%, 6,4% ef við notum hérna samræmdu vísitöluna sem notuð í Evrópu. Þannig að verðbólga hér mælist einna lægst í Evrópu ef við notum samræmdu vísitöluna. Hér voru stýrivextir að fara í 6%. Og það er alveg ljóst í mínum huga að Seðlabankastjóri og peningastefnunefnd undirstrika, svo ekki verið umvilst, að hér unnið fyrir fjármagnið og fjármagnseigendur og hér verður í lagi að fórna fólkinu á altari hárra vaxta, ef svo má segja. Og þetta bara afskaplega dapurlegt, sérstaklega í ljósi þess að hér hefur verið milljandi hagnaður fyrirtækja. Til dæmis 2021 var metár í hagnaði fyrirtækja. Allra atvinnugreina, allar stærri fyrirtækja gengu vel og voru með afkomubata. Hagnaði fyrirtækjana voru 2011 480 milljarðar, 480.000 milljónir til þess að reyna að setja þetta í eitthvað samhengi. Árið 2022 lítur ennþá betur. Bankakerfið skilaði 82 milljarða króna hagnaði í fyrra. Hreinar vaxtatekjur 2021 inn í bankakerfinu voru 70 milljarðar árið 2021, fyrstu 9 mánuðina, eru 90 milljarðar. Hreinar vaxtatekjur bankana hafa á þessum tíma, síðasta ári, aukist 18 milljarða og stefnir í að hreinar vaxtatekjur aukist 24 milljarða á þessu ári. Og þess vegna finnst ykkur þetta að vera óskiljanleg ákvörðun á þessum tímapunkti í viðræðna. En hvað þýðir þetta fyrir ykkar félagsmenn? Þetta þýðir þá vantarlega bara eitt að þið þurfuð að sækja harðar fram í ykkar kröfugerð eða eitthvað? Það þýðir það einfaldlega. Við skulum ekki gleyma því að 2019 gerum við stöðugleika samning og kallaði lífskjarasamningurinn. Þar lögðum við megin áherslu að ná niður kostnaði við að lifa. Eins og við sjáum til þess fólk á leigumarkaði, ef að leiga, húsaleigan eða afborgunar á láni hækkar 30.000 skall, þá þarf ég að semja 50.000 launahækkun til þess að standa undir þeim kostnaður auka. Hér hefur verðlag farið upp úr öllu hófi. Við erum með stríðsástand náttúrulega í Evrópu og erum að koma út úr heimsfaraldri og við vitum allt það. En staða atvinnulífsins og fyrirtækjanna hefur aldrei verið betri, ekki í sögunni. Og alveg sama, við getum tekið sjávarútveginn, útflutningsgreinarnar sem hafa oft verið viðmið, hvort það sem finnst álið, þessi járnblendið, sjávarútvegurinn, ferðaþjónustan, hún er á betri stað heldur var 2018 þegar það var metár. En samt eigum við og launafólk að fara að bera einhverja ábyrgð á herðum sér út af einhverju framtíðarsýn Seðlabankans, þar sem að við sjáum einhvern veginn allt í kringum okkur, alveg sama hvar við drepum niður, hvort sem að sé hið opinbera, stjórnendur sveitarfélaga, opinberi starfsmenn, æðstu stjórnendur fyrirtækja, arðsemiskrafa bankana og fyrirtækja. Það er allt í blússandi botni. Við erum að koma út úr lífskjarasamningnum sem var stöðugleikasamningur. Svo fáum við þetta í baki núna frá Seðlabankanum. Og staðan er einfaldlega þannig að það sem þetta þýðir að eftir 12 til 24 mánuði eru að losna 380 milljarða lánastabbi hjá fólki sem hefur frist eða er með vaxtafristingu á óverðtryggðum lánum. Já, festu vextina eftir að Seðlabankastjóri mælti með því. Þetta þýðir það að eftir 12 til 24 mánuði þá er þessi risastóri hópur sem er að detta út úr fristingu að fá hækkun og afborgun hjá sér upp á 150.000 kall á mánuði. Þetta er það sem er að gerast. Þetta er það sem við erum með í fanginu. Og tala nú ekki um þá sem að fristu ekki vexti, þeir finna náttúrulega fyrir þessu núna, þar sem að lán og afborganir lána hafa hækkað langt umfram það sem við fengum út úr síðasta kjarasamningi. Skilaboðin frá Seðlabankanum eru því miður þau og ég veit að þetta eru stór orð að við gengum frá borði í dag niður í Karphúsi
þar sem við vorum að reyna að ná samningi við Samtök atvinnulífsins og gekk vel, ég tek það fram, það gekk ágætlega. Við erum búin að boða samninganefndir eins og bara okkar samninganefnd mun hittast í kvöld og samninganefnd SGS og Landssambands verslunarmanna mun líka hittast. Og þar eru bara að kalla eftir umboði til þess að slíta viðræðum og fara í aðgerðir. Það er raunni bein afleiðing af þessari vaxtaákvörðun í morgun? Að sjálfsögðu, vegna þess að markmiðið okkar með því að ná þessu saman núna af fullum vilja frá okkar samninganefndum, af fullum vilja frá Samtökum atvinnulífsins. Það var góð stemning, myndi ég segja, undir verkstjórn ríkissáttasemjara að það sem við vorum að reyna að vinna að var framtíðarstef inn í lægra vaxtaumhverfi til þess að geta gripið fólkið okkar sem er að detta úr vaxtafrystingum á húsnæðarslánunum á næstu 12 til 24 mánuðum, að geta náð að taka á móti fólkinu inn á leigumarkaði sem að þarf frekari stuðning, að þarf að setja leigubremsu, að þarf að gera fullt af hlutum, aukin í barnabótakerfi, við vorum að ræða fullt af mjög bara góðum og uppbyggilegum hlutum. Allt út frá þessari hugmyndafræði að skapa hér stöðuleika, búa hér til farveg og svigrúm fyrir lægra vaxtastig og lægri verðbólgu sem er lág í samhengi þessara samræmdu vísitölu. En þessari hugmyndafræði var sjálfkrafa rauninni sópað út á borðinu með því að Seðlabankinn stígur hér fram. Hann hefur og sagðist hafa kastað boltanum til okkar. Hann kastar boltanum núna beint í andlitið á okkur og þetta er þá bara niðurstaðan að ég á alveg svona á því að samninganefndirnar ákveði bara hér að slíta viðræðum og fara í hörð átök. Komumst ekki lengra með þetta. Þetta áttir að draga dilkásið eftir sér ugglaust næstu daga. Ragnar, kærar þakkir fyrir komuna í fréttavaktina. Við ætlum að taka okkur örstutt hlé og komum aftur hér handan auglýsinga. Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I love my phone. What? You see, I love my phone. And fold. I've always loved my phone. Ertu byggingarhugleiðingum, límtréshús, færanlegar húseiningar, bogahús, gámahús og stálgrindarhús. Byggjum betur. Easy.is. Við höfum gert þetta saman á 60 aðvendum og hlökkum til framtíðarinnar. Bíkó. Eftir að ferðaþjónustan fór að ganga svona rosalega eftir 2010 upplifði ég að það var eiginlega bara erfiðara að halda áfram, að kynna sig. Það var bara allstaðar var komið hestaleigur og hestaferðir og við þyrftum að finna okkur sérstöðu. Og sérstaðan er þá eiginlega það dýrmætasta sem við eigum. Ég er svona skrifstofumaður en alltaf í vinnugalla því að ég er alltaf líka að vinna. Við erum bara endalaust að þjónusta, við erum persónuleg þjónusta bara allan daginn. Stofn er vildarþjónusta Sjóvá. Á hverju ári fá tjónlausir viðskiptavinir okkar stofn endurgreiðslu og þannig hefur það verið í rúm 25 ár. Sjóvá. Gerum tryggingar betri. Blank pages become the story. Time flies in slow. Introducing new Peroni Nastro Azzurro, 0.0%. Superior taste, zero alcohol. Gegn gangi leiksins eftir Braga Ólafsson, ljóðskáld sem setið hefur inni fyrir morð, þarf að sýna íbúð sem hann vill kannski ekki að seljist. Meinfyndin og listilega skrifuð skáldsaga. Bjartur. Bónusréttur mánaðarins er alvöru íslenskur grjónagrautur á aðeins 598 krónur kílóið. Bónus, það munar minna. Viltu hætta að hrjóta á einstaklega þægilegan hátt? Ergo Motion kynir Ergo Sportive, stillanlegt smart heilsurúm með innbyggðum hrotubana, nýjustu útgáfu af Antisnor. Ergo Sportive mælir svefnið þinn og gefur honum engun.
Til þess að fá heildar yfirlit yfir heilsuna allan sólarhringinn í þar til gerðu appi þá fylgja 2 Garmin heilsúr með hverju rúmi. Bók fyrir heimilið. Mabrúka, gæðakrydd frá Túnis. Fást í völdum verslunum Hagkaups, Míómu og fleiri búðum. Nánar á mabrúka.is. Við eigum frábært úrval af buxum fyrir öll tækifæri. Stærðir 34 til 60. Belladonna, skeifunni 8. Á morgnana, í hádeginu, á hraðferð eða í kvöldsnarlið. Krambúðin, þín hverfisverslun. Fallegar og nærandi gjafir fyrir anda og efni. Verslaðu með hjartanu, svörtu dagsafslættir. Systrasamlagið. Veldu umhverfisvæna innheimtu. Gjaldskil debitum. Velkomin aftur. Við ætlum þessu næst að huga að unga fólkinu því að 40% ungmenna á Íslandi upplifa mismunun samkvæmt nýrri skýrslu UNICEF. En hana má engum rekja til fátæktar sem takmarkar þátttöku í samfélaginu. Næst þetta, alþjóðlegur dagur barna var haldinn í upphafi vikunnar og allir dagar eiga auðvitað að vera fyrir börn sem skipt okkur svo miklu máli. Birna Þórarinsdóttir, framkvæmdastjóri UNICEF sest hérna hjá mér. Þið eru að fara í átak út af svona hagsmunum barna ef svo má segja, en ný skýrsla á vegum UNICEF sem þú vinnur fyrir sýnir okkur að kynþáttafordómar og mismunun gagnvart börnum er mikil og ég vil aukin í heimi hér. Já, við því miður. Við sjáum merki þess víða og þessi skýrsla hún staðfesti það. Eitt af grunnákvæðum barnasáttmálans sem mannréttindasáttmáli sem að flest ríki hafa undirritað og fullgilt. Það meira þess að búið að festa hann í lög hérna á Íslandi. Grundvallarákvæði er öll börn eru jöfn. Þetta er svo einfalt, þetta virðist flóknar í framkvæmd. Því miður og þessi skýrsla er að sýna okkur að mismunun og kynþáttafordómar eru að hamla jöfnum tækifærum barna víða heim. Já. Við þekkjum orðið kynþáttafordómar og skiljum það, en mismunun, hvernig blasir hún við? Já, mismunun er auðvitað í raun birtingarmynd af fordómum á fleiri sviðum. Þannig að þetta er þá mismunun með tilliti til dæmis kynhneigðar, trúar, fötlunar, kynþáttar, stéttar og stöðu, fátæktar. Og hún hefur margvíslega birtingarmyndir. Auðvitað sko jaðarsettir hópar eru í veikri stöðu fyrir og börn í jaðarsettum hópum eru þá í enn veikari stöðu. Og það sem þessi skýrsla dregur meðal annars fram er að í þessum 22 löndum, þetta eru lág- og millitekjuríki sem voru skoðuð, að þá er lestrarfærni barna sem koma úr jaðarsettum hópum. Þetta er til dæmis þá minnihlutahópar, fólk með fötlun, fátækt fólk. Þau eru með alltaf helmingi verri lestrarkunnáttu heldur en jafnaldrar sínir og þarna erum við að tala um börn á aldrinum 7 til 14 ára. Og ég held að við höfum öll glöggan skilning á mikilvægi lesturs sem grunnfærni í lífinu og lykli að tækifærum og farsæld til framtíðar. Og þegar það skortir, að þá skortir hann sem mikið í undirstöðu. En mismununin hún getur líka birst á öðrum þættum. Þetta er spurningum aðgang að heilbrigðisþjónustu. Í mörgum ríkjum og skýrslan er að draga það fram er þetta til dæmis að börn eru ekki skráð við fæðingu og þar með er bara búið að neita þeim öll réttindi sem fylgir því að vera borgari í ríkinu bara það sem eftir er. Þannig að stundum er þetta kerfisbundið, oft er þetta líka viðhorfabundið og þá komum við að okkur fullorðna fólkinu. Vegna þess að mismunun gegn börnum er ekki börnum að kenna, það er eitthvað í atferli okkar fullorðna fólksins sem þarf að breytast. Og þess vegna erum við meðal annars í þessu átaki sem við erum að vekja athygli á í tengslu alþjóðadag barna. Við bjóðum fólki að koma í réttindaliðið, erum með frábærlega skemmtilegt myndband sem að Hannes Þór, landsliðsmarkmaður, gerði með okkur, fótboltatengt, en ekki endilega í tengslu við HM, en bara nota andan af íþróttum og fótbolta til að minna fólk á þetta, öll börn eru jöfn. Öll börn hafa jafnan rétt til dæmis til aðgengis að íþróttum og íþróttaiðkun. Og hvernig getur maður hjálpað í þessum efnum? Farin á unicef.is, skrá sig í réttindaliðið, þar með erum við að segja við ætlum í okkar hegðun að koma jafnt fram við öll börn
og við ætlum að gera þá kröfu að stjórnvöld tryggi mannréttindafræðslu. Vegna fræðsla og upplýst samtal alltaf grundvöllurinn að því að vinna bug á fordómum og vinna bug á hatursorðræðu. Þannig að fara inn á unicef.is, skrá sig í réttindaliðið og þar með færðu líka aðgang að frábærlega skemmtilegri og aðgengilegri fræðslu réttindi barna. Og lykillinn að réttindi barna að við þekkjum þau. Að lokum, þú þekkir þetta svið, fer okkur aftur eða fer okkur ekkert fram? Ég held að okkur fær alltaf fram, en þegar okkur fer fram þá sjáum við líka betur hvar við erum ekki að standa okkur. Hvar skóinn kreppir. Hvar skóinn kreppir og því miður, við gerðum könnun í aðdraganda dagsins með íslensk ungmenna og 300 ungmenni svöruðu og 40% þeirra sögðust upplifa mismunun í sínu umhverfi. Þannig að við þurfum að líta okkur nær. 40% íslenskra ungmenna upplifa mismunun? Upplifa mismunun í sínu umhverfi. Þau nefna sérstaklega fátækt. Þau sjá það sem atriði sem skilur börn að í sínu umhverfi. Fá ekki að taka þátt í samfélaginu? Bara á annan hátt, já. Þetta sláandi tala. Já. Gangi ykkur vel að leysa þetta verkefni. Takk fyrir. Bestu þakkir. Og þessu næst yfir í sporti því kylfingurinn Guðmundur Ágúst Kristjánsson hefur leik á morgun á sterkustu mótaröðinni í golfi í Evrópu, DP World Tour. Hann annar Íslendingurinn sem nær þessum glæsilega árangri. Páll Ketilsson hitti hann á förnum vegi. Ég held að sé óhætt að segja að við höfum verið að melta það að loksins séum við komið íslenskan kylfing inn á Evrópumótaröðina á ný. Við ætlum að lyfta glasi og segja skál og til hamingju svona formlega. Guðmundur Ágúst annar Íslendingurinn sem nær svona langt en fyrir 15 árum. Gerði Birgir Leifur Hafþórsson slíkt hið sama. Á DP mótaröðin keppt hæstu peninga upphæðir meðal atvinnumanna í Evrópu. Guðmundur hefur undanfarin ár keppt á lægri mótaröðum. Á þessu ári var hann á áskorenda mótaröðinni sem næsta deild fyrir neðan DP World Tour mótaröðina. En markmið þessara 1000 kylfinga sem hefja leik á úrtökumótum að komast þangað. Þetta í raun Evrópumótaröðin en hún teygir þó anga sína víða heim. Guðmundur alinn upp í gólklúbbi Reykjavíkur en hefur undanfarin ár verið í gólklúbbi Kópavogs og Garðabæjar en þar þjálfari hans Arnar Már Ólafsson. GKG hélt Guðmundi hóf síðasta sunnudag þar sem árangrinum var fagnað og við hittum kappana máli og spurðum hann hvernig það að vera að keppa í úrtökumótum þar sem 1000 kylfingar hefja leik, allir með það markmið að komast í efstu deild golfsins í Evrópu. Fyrsta skiptið var bara erfiðast. Þetta var miklu öðuldra núna. Það var mjög þægilegt að koma okkar áður og já, það var ekki það mikil spenna eða eitthvað svoleiðis. Maður hefur náttúrulega alltaf séð þessa gaura áður og þekki mjög marga þeim þetta var tilfinningin meira bara svona eins og þetta væri bara hver önnur vika. Hverju þakkar það nára árangur? Bara fá mistök og svona tóklega jaft og fínt golf og ágætis pútar. Þessir 1000 kylfingar sem reyna fyrir sér á úrtökumótum keppa á 3 stigum, 1, 2 og 3. Guðmundur komst beint á stig 2 og lék vel þar, komst inn á lokastigið með rúmlega 150 kylfingum. Þar var líka Bjarki Pétursson frá Borgarnesi sem náði inn á lokastigið eftir góðan árangur á stigi 1 og 2. Bjarki var hins vegar óheppinn og var að glíma við meiðsli í lokamótinu og honum gekk ekki vel. Á lokamótinu leiknar 108 hólur eða 6 18 hólur hringir með niðurskurði eftir 4. Spennan því mikil. Hvað segir okkar maður pressuna? Það sem lítil mistök geta kostað mikið. Það var smá pressa að það fannst mér fyrir 4. daginn. Það svo mikilvægt að komast í gegnum köttið. Ef þú kemst í gegnum köttið þá farið fullt af European Tour mótum og gegn að kemst challenge, þannig að það mjög stórt að komast í gegnum kött. Svo top 25 meira svona bónus. Þannig að ég var eiginlega bara, já, ég var smá stressað þegar voru 3 hólur eftir því að 2 par 5 og 1 par 3 og ég þurfti bara að spila það einn yfir pari. Þannig að þá þú veist, fer maður kannski að hugsa meira að fokk ekki upp og svona og gera ekki mistök og þá verður spilið svona negatífara og þá þú veist, þá það svona meira einhvern veginn að mistökin getur gerst en ef þú ert meira svona on the front foot að reyna að fá birdie alls staðar, þá spila maður miklu betur sko. Og sem betur verið svona náði ég að vera þannig
alveg 105 hólur, skilur. Nei, hefur eitthvað verið að vinna í andlega þættunum eða er þetta bara búið að koma með miklu golfi undanfarin ár? Bara miklu golfi, Ég hef alveg hitt fólki gegnum tíðina, hitt Rotella og fleiri, sem að, já, það hefur kannski bara alltaf safnast einhverju upplýsingar í bankann í gegnum tíðina, sko. En ég held að flest sem þekkja mig vita að ég það er ekkert mikla svona skapsveiflur í já, í svona stressi eða spenningi eða hamingju eða einhverju svoleiðis, þegar það gengur vel þá þetta maður mjög svipuð persóna þegar það gengur illa. Íslenski kylfingurinn skarta þessum líka fína snúð í hárinu en 2 aðrir kylfingar á loka úrtökumótinu eru einmitt líka snúðagaurar og litlu munaði að þeir 3 yrðu saman í ráshópi í lokin en af því var þó ekki. Annar þeirra er Þjóðverjinn Marcel Siem en hann er þekktur kylfingur. Það leit út fyrir eins og ég geti fengið mögulega að spila 5. ríki með honum en ég var rændur því, það var mikill miss. Já, svolítið missið þegar þið geta tekið mynd af ykkur með hárið. Já, hann er náttúrulega með svona... Hann er með snúð eins og ég og svo einu tímapunkti var þetta sko ég, Marcel Siem og Mike Lorenzo Vera, allir með snúð, þannig að það hefur verið mjög gaman sko. En þetta hlýtur að vera skemmtilegt fyrir ykkur foreldrana og þú ert búin að vera svo mikið út á golfvelli með drengnum í mörg ár, áratugi frá þegar hann byrjaði að spila golf. Þannig að þetta hlýtur að vera svona gríðarlega skemmtilegu bónus fyrir ykkur fjölskylduna. Sjá hann á þessum árangri. Já, algjörlega. Þetta er auðvitað bara það skemmtilegasta sem ég geri, er að fylgjast með honum þarna út á golfvelli. Þetta er það sem var stefnt var að og við náðum þessum árangri sem er auðvitað bara frábært en þetta hefur tekið langan tíma. Og ertu búin að gera eitthvað keppnisplan? Já, ég bara fyrir núna í 4 mót og svo tekið hausinn mér sambandi á Tenerife þegar jólinn og stingur svo aftur í samband eftir ármót. Er eitthvað markmið? Búin að setja eitthvað markmið? Nei, ekki neitt, ennþá. Gott að fara bara kannski ekkert með allt mikil markmið og aðeins að svona feta sig. Maður er bara að fara að gera það sama og í síðustu viku, þannig að það er ekkert að flækja hlutina eða breyta ef það er að virka, sko, þannig að já, ég er bara hlakka til og bara fara að gera meira í samanvonandi. Lengri útgáfu af viðtalinu við Guðmund Ágúst má finna inn á vefsíðunni kylfingur.is. Já, sannarlega efnilegur kylfingur hann Guðmundur, en rennum nú stuttlega yfir veðrið. Á morgun það er austan og norðaustan 8 til 15 metrar en sumstaðar 13 til 18 metrar, þá aðalega sunnanlands og vestfjörðum. Víða rigning, einkanlega eystra. Hiti áfram rauðar tölur 3 til 8 stig að deginum. En þá fyrir við að segja þetta gott hér á þessum vindasama miðvikudegi hér í fréttavaktinni. Það er nóg framundan á Hringbraut hérna það sem eftir lifir kvölds, markaðurinn hér strax á eftir, það sem við ætlum að rýna örlítið betur í vaxtaákvörðun Seðlabankans og svo ætlum við líka aðeins að velta fyrir okkur hvert krónan stefnir núna undanfarna vikur og hvað er framundan hjá okkur. Og svo er það auðvitað Bíóbærinn. Gunnar Anton, hvað eru þið með í þættinum í kvöld? Já, í þessum þætti ætlum við að tala um Skrítinn heim, nýja teiknimynd frá Disney, flugvélamyndina Devotion og síðan aðeins bara tala um sögu Disney teiknimynda. Er það ekki Árni? Já? Fylgist þið með hér á eftir klukkan 8. Einmitt að fylgjumst með Bíóbænum og markaðnum í kvöld en fréttavaktinni er lokið þennan vindasama miðvikudaginn. Við verðum hér aftur á sama stað, á sama tíma á morgun. Farið vel með ykkur. Verið sæl. Sæl og velkomin í markaðinn. Það er kannski augljóst að við erum að fara að tala um vaxtaákvörðun Seðlabankans nú á þessum degi þar sem ákveðið var að hækka stýrivexti enn frekar 0,25%.
Greiningadeildum höfðu ekki alveg borið saman hvort að vextir myndu standa í stað eða hvort þeir myndu hækka lítillega. Við ætlum aðeins að fara yfir þetta hérna með hagfræðingi Viðskiptaráðs, Elísa Arna, velkomin. Já, takk hérlega. Þessi ákvörðun í morgun, komur ekki dulítið óvart? Jú, sko, ef ég á sjálfum svo þá óttaðist ég að þetta yrði raunin. Já. Vonaðist eftir óbreyttum vöxtum, auðvitað, í þessu efnahagsástandi sem núna. Aha. En maður óttaðist þetta og eins og segir sjálfur þá voru þetta bankarnir ýmist að spá óbreyttu með 25 púnta hækkun sem og líka markaðsaðilar. En eins og segi, þetta kom óvart, mér brá heldur í brún þegar ég vaknaði í morgun og sá þessa 25 púnta hækkun. Mér finnst þetta sérstakt að mörgu leyti, auðvitað skilur maður að það uppi ástand sem kannski einmitt Seðlabankinn þarna í eins og maður segir á góðri íslensku, kannski dilemmu þar sem að verðbólgan auðvitað há, hún á breiðari grunni en áður, verðbólguvæntingar til langstíma hafa hækkað og svo mætti lengi telja eins og kom fram í yfirlýsingu Seðlabankans. Þetta er snúið ástand núna, þannig að maður hefur kannski einhvern skilning líka á dilemmunni. Akkurat, en þegar að stóra máli í þessu þetta kjaraviðræðurnar sem eru í blússandi gangi og búið að vísa nú þegar til ríkissáttasemjara. Þannig í þessu ástandi með mikla spennu á vinnumarkaði og þessa háu verðbólgu í sögulegu samhengi. Og Seðlabankinn búinn að kasta boltanum til verkalýðshreyfingarinnar. Hann sagði það skýrt að Seðlabankinn væri búinn að sinna sínu hlutverki vel og vaxtaákvarðanir væru byrjar að koma fram og annað eins. Þannig að þá maður einmitt að hugsa yfir því og rauninni með öllu óskiljanlegt að Seðlabankinn hafi þá hækkað vexti núna í þessari stöðu. Hann er búinn að kasta þessu bolti einmitt á verkalýðshreyfinguna, rífur boltan einhvern veginn af verkalýðshreyfingunni. Þannig ég myndi segja að hann væri nokkuð rangstæður í þessari ákvörðunartöku. Já. Hver eru þeirra rök? Hvað er Seðlabankinn að hugsa með því að stíga þetta skref núna? Já, auðvitað eins og þeir komu inn á í morgun að þá auðvitað verðbólgan á breiðari grunni. Hún hækkaði eilítið síðasta mánuð. Já. Þetta eru verðbólguhorfurnar, þeir eru hræddir auðvitað við og það sem hefur kannski verið að koma fram að kjölfesta verðbólguvæntinga. Hún hefur verið svartari heldur en menn vonuðust til. Það eru ýmsir þættir og maður getur sýnt því skilning, en þá aftur á móti má líka spyrja, hefði ekki verið hægt að anda ofan í maga og aðeins bíða og sjá? Það eru auðvitað eins og Seðlabankinn sjálfur, rannsóknir hans sína og aðrar rannsóknir að það tekur 12 til 18 mánuði fyrir ákvarðanir peningastefnunefndar að koma fram eða virkni þeirra. Og þá einmitt velti maður fyrir sér, það eru fyrri ákvarðanir sem eftir að koma fullu fram. Hefði ekki verið hægt að bíða og sjá aðeins að leyfa viðræðunum að halda áfram í staðis kannski að hella olíu á eldinn sem ég nokkur hrædd að þessi ákvörðun gerir varðandi viðræðurnar. Og líka það auðvitað að ég sé ekki neinar stórvægilegar breytingar. Sem að rökstyðja í rauninni að taka boltan tilbaka? Já, ég sé ekki að það hefði ekki verið hægt að bíða aðeins. Seðlabankinn á þetta fyrst og fremst að vera framsýnn. Hann á að vera einhvers konar akkir en ekki flotholt sem sveiflast með hverju öldu. Þannig að því litinu til finnst mér þetta öllu leyti óskiljanlegt varðandi þessar viðræður sem að standa nú yfir. Hvers vegna kasta boltanum og taka hann tilbaka, sko. En er þetta í rauninni bara þá vatn á myllu launþegahreyfinga inn í viðræðurnar, eða hverjir eru það sem að... Auðvitað óttast maður það, og ég meina verkalýðsleiðtogar sem hverjir hafa verið óhræddir við að segja það að þeir muni sækja þessar vaxtahækkanir. Eða sem sagt, bara hreinlega reikna út áhrif þessari vaxtahækkana á launþega. Þá einmitt óttast maður þennan spíral, sko, af því að síðan hefur Ásgeir sömuleiðis verið óhræddur við að segja að hann muni berja niður ótímabundnar og rauninni þær launahækkanir sem skila sér ekki auknu kaupmætti og verða til þess bara búið til þennan spíral sem við þekkjum öll. Þannig að já, ég ansi hrædd að það verði til að hella olíu á eldinn, eins og ég segi. Fyrir ykkur, Viðskiptaráði, er ekki samt viðbúið að þið séu dálítið í gagnrýnisgírnum þegar það kemur að svona ákvörðunum? Eru þið ekki svolítið að tala úr þeirri átt? Sko, jú, en ef við horfum líka tilbaka sömuleiðis í gegnum faraldurinn, þá hefur verið þetta mjög skilningsrík. Við höfum í garð Seðlabankans, við höfum skilið það fyllilega að það einmitt þurfti að lækka vexti hratt og hækka á sömuleiðis skart tilbaka og
og eins og við komum inn á peningamálafundið sem var fyrir árið síðan hjá okkur, að hvernig tókst til að koma okkur úr þessu ástandi miklu betur, við komum miklu betur undan faraldrinum heldur en held ég bara nánast allir bjuggust við í upphafi og það að mörgu leyti Seðlabankanum að þakka. Þannig að við hefum ekkert verið ófeimin við að hæla aðgerðum Seðlabankans hingað til, en þetta held ég, þessi ákvörðun í dag ákveðið, ég er hrædd að Seðlabankastjóra og Seðlabankanum með peningastefnunefnd bíði ákveðin hnekki hvað varðar trúverðugleika, af því að við heyrðum það skýrt hjá Seðlabankastjóra, hann sagði það ekki oftar en eins og þrisvar í þar síðustu ákvörðun að það væri sennilega, hann gaf þetta ekki inn að væri sennilega búið að gera nóg, en dróða nú reyndar allt eitthvað hans tilbaka, en þá, einmitt, og með því að varpa þessum bolta ákvörðunni yfir á vinnumarkaðina, þá finnst mann þetta sérstakt. Ég bjóst þá ekki við þessar ákvörðun. Áttu von á því að þetta muni sæta þessari gagnrýni, til dæmis bara úr stjórnmálum eða víðar? Er þetta það umdeild ákvörðun? Sko nú veit ég það ekki alveg, ef ég segi eins og er. Ég hef náttúrulega bara, það eru bara 5 mínútur síðan að þetta kom allt fram. Ég hef ekki heyrt út undan mér. Ég hef þó þetta hlerað einmitt eins og fjármálastofnanir og aðildafélög okkar þessa ákvörðun, hvaða þýðingu það myndi hafa. Og þessu við heyrum á okkar aðildafélögum úr sama hvað áttir koma, að þeir stressaðir yfir því að þetta myndi raungerast, 25 punkta hækkun. Þeir eru að finna fyrir launaþrýsting og mikilli pressu af hálfu starfsmanna sinna sem eðlilegt. Ég meina það hefur verið mikil verðbólga og fólk vill auðvitað fá launahækkun á móti, þannig að það kemur ekkert óvart. En hversu mikið svigrúm til staðar, það mjög misjafnt. Ég meina það eru mörg fyrirtæki sem komið bara rosalega illa út úr faraldrinum og ennþá að bíta á nálinn með það og hafa þar leiðandi ekki mikið svigrúm. Þannig að þetta yrði til þessi mitt eins og ég hrædd að kveikja fýra svolítið upp í þessu báli í viðræðunum. Sem stefnir nú í að stefni í lengi að verði strembnar. Já, akkurat. Ég hefði viljað sjá óbreytta vexti að því leytinu til að við gætum leyft viðræðunum bara í þessu erfiða og viðkvæma ástandi að eiga sér stað sjá hvernig þið myndi vinda fram og Antoni Kviðin eins og þú lýstir í áðan og sjá svo hvernig hvar við stæðum í febrúar. Akkurat, ég sé ekki að það hefði ekki verið hægt að bíða. En sko almenningur náttúrulega, við erum dálítið farin að venjast í að stýrivextir séu hækkaðir. Ég meina, árið búið að vera litað af þessu og við erum komin í þessar þanniglega sögulegu hæðir, bæði í verðbólgu og stýrivöxtum. Það reynir enn á þolgæðin, það reynir enn bara á greiðendur húsnæðislána, skuldugar fjölskyldur. Ég meina, þetta hlýtur að vera dálítið líka erfitt bara út í samfélaginu. Já, algjörlega, en reyndar að því leytinu til jákvæðar fréttir í morgun, það eru betri horfur núna á næsta ári. Sem að hraðari efnahagsbati? Já, sem að mörgu leyti til vegna þess að ráðstöfunartekjur fólks, þær eru betri heldur en áætlað var. Þannig að fólk á erfiðara, eða landsmenn svona heilt yfir, við erum alltaf í þessu meðaltali, á auðveldra með að standast við skuldbindingar sínar. En auðvitað, Seðlabankastjóri eftirminnilega ráðlagði landsmönnum hvað var það ekki síðasta sumar, að festa vexti. Og gott og vel og örugglega margir sem að taka því fagnandi. En ég er spennt að heyra, nú peningamálafundur viðskiptaráðs haldinn í fyrramálið, þess að við ætlum aðeins að fara yfir þessi málefni. Ég er spennt að heyra hvað Seðlabankastjóri hefur að segja, hvað hann hefur fólki að ráðleggja, því ef ég á að segja alveg eins og þá kem ég svolítið að fjöllum að því að hann hefur talað núna upp á síðkasti bara í síðasta mánuði eins og þetta væri allt saman að koma, sko, við þyrftum ekki að fara í fleiri hækkanir, þannig að já, það almenningur. Ég var ekki hissa ef almenningur stæði smá á gati og maður hefur heyrt að það ákveðin gremja yfir þessum vaxtahækkunum. Þessi stóri dagur ykkur á morgun, það ekki tilviljun að hann sé haldinn eftir síðasta vaxtaákvörðunardag ársins. En þetta mun líta þennan fund ykkur á morgun, er það ekki? Jú, þessi ákvörðun og spjótum beinast dálítið að Seðlabankastjóra. Jú, að sjálfsögðu. Hann markar svolítið stefnuna auðvitað. Og eins og segir, þetta alltaf fundurinn eftir síðasta vaxtaákvörðunardag á árinu og yfirskriftin í ár hver ber ábyrgð á verðbólgunni. Þetta kannski svolítið stór spurning og ekkert eitt svar við henni. En við fórum að velta fyrir okkur hver nú rótin af þessu öllu saman.
Það eru auðvitað, þú myndir spyrja ykkur aðalega, þá myndir þið svara að þetta væri fyrst og fremst COVID sem að olli þessum spíral og sem sennilega rétt að mörgu leyti. Ég meina það verið þessu hnökrar í framleiðslukeðjum og annað sem við þekkjum. Til að breyta gráun og svart, þá kemur auðvitað upp stríð í Úkraínu sem leiðir að sér hrávöruverðshækkanir og hækkanir á orkugjöfum annað og einhverju myndi segja að Seðlabankinn ætti hlut þarna með miklum vaxtalækkunum. Hún alltaf með sögulega aldrei mjög bláa vexti 0,75% stýrivexti og sem auðvitað var til þess eins og við þekkjum vel að fýra upp í fasteignamarkaðnum sem að skýri stærsta hluta verðbólgunar. Aðrir myndi jafnvel segja að ríkisstjórnin ætti þarna í hlut, það sem að við teljum í viðskiptaráði allavega að frumvarpið eða fjárlögin sem sagt núna að þau hvetji að mörgu leyti til þenslu og tímum hárra verðbólgu og hás vextasti. Þannig að, og ég meina síðan líka að spyrja sig, er þetta ekki á einhverju leyti líka við almenningur? Ég meina við erum að eyða eins og engis og morgundagurinn og við erum að sjá met vöruskiptahalla og já, einkaneysla bara er gífurleg og við erum að sjá kortaveltutölur alveg rísa gífurlega, við erum að fara til útlanda eins og aldrei áður, þannig að þetta er margslungi, það er ekki eitt svar við þessu en við ætlum að reyna einhvern veginn að svara þessu og krefja þetta á morgun, Þannig að stóra spurningi sem þið eru með á morgun, mér heyrist þú bara vera að koma með svari við henni, við berum öll ábyrgð á þessu, Seðlabankinn, ríkisstjórnin og almenningur. Já, það er misjafnt hvað fólki finnst, það er allir gangur á því, en síðan er þetta bara snýst þetta mörgu lit eins og við töluðum líka á síðasta fundi, þetta er þessir 3 rangar hagstjórnarinnar, hvernig ætlum við að spila úr þessu, við erum náttúrulega í miðjum kjaraviðræðum, þannig að þetta er vinnumarkaðurinn, síðan er þetta peningastefnan og ríkisfjármálin, við verðum öll að róa í sömu átt og við viljum auðvitað síður að peningastefnan og ríkisfjármálin séu ekki að vinna þessu sameiginlega markmiði og þannig að þess vegna fáum við til okkar á morgun Ásgeir sjálfan og Bjarna Ben í pallborð til þess að ræða þessi stóru mál, hvernig við getum komið okkur þá út úr þessu ástandi líka. Hvar og hvenær á morgun? Herðu, þetta er á Hilton klukkan 8:30 og það eru ennþá örfáir miðar eftir í sölu á Tix. Þetta er ekki í streymi ár eins og hefur verið undanfarið. Það við erum að reyna að koma okkur úr þessum venjum að vera með alltaf streymi, það verður allir svo latir heima á sér. Þannig að ég meina þetta eru bara þannig tímar líka að það eru bara alls konar kraftar í gangi og það ber öllum saman að við þurfum að halda vel á spöðunum þannig að fundurinn get ekki komið á betri tíma fyrir þá sem hafa áhuga á því að heyra hvað þeir sem að halda á sprótunum hafa að segja um málin. Algjörlega. Kæra þakki fyrir komuna í markaðinn. Þetta verður örugglega mikill hittafundur á morgun miðað við ákvörðun dagsins í dag. Takk fyrir. Kæra þakkir. Við ætlum að fara í örstuttar auglýsingar, höldum áfram og ætlum að tala þessu tengt, hvað krónan okkar er að gera þessa dagana. Þvert kannski á margar spár. Farið ekki langt. Útsýni eftir Guðrúnu Evu Mínervudóttur er áhrifamikil skáldsaga skrifuð af þeirri sérstæðu stílgáfu, næmi og mannlegu hlýju sem lesendur þekkja úr fyrri verkum Guðrúnar Evu, Bjartur. Veturinn er kominn í Laxdal, glæsi kjólar fyrir flotta viðburði. Hágæða ullarkápur, litríkar dúnúlpur. Laxdal er í leiðinni. Kolsvört tilboð sem þú gleymir aldrei. Skoðaðu kolsvart tilboðsblað á húsa.is. Húsasmiðjan fyrir þig. Flísahellur fyrir garðinn, hentar íslenskum aðstæðum. Vídd Kópavogi og á Akureyri. Vídd.is. Veldu umhverfisvæna innheimtu. Gjaldskil debitum. Jólauppboð, mánudaginn 28. nóvember klukkan 18:30. Forsýning verka til 28. nóvember hjá Fold uppboðshúsi og á uppboð.is. Velkomin aftur. Já, eins og við tölum hérna fyrir hlé, þá ætlum við að velta eins fyrir okkur hvað er að gerast með krónun okkar blessaða sem er á dulitlu flökti núna og búin að vera undanfarna vikur. Már Wolfgang Miksa, lektor í fjármálum við Háskóla Íslands, velkomin. Takk fyrir. Ég var að byrja á því bara, hvað er að gerast? Ég meina, hún er aðeins að sökkva, eða ekki?
sökkva kannski ekki alveg rétt, hún að lækka í verði gagnvart erlendum myntum, vissulega. Sérstaklega dollar. Dollar hefur verið að styrkjast mikið gagnvart, já, má segja bara öllum gjaldmiðlum í heimi undanfarnar vikur og mánuði. Sú styrking hefur einhverju leyti gengið tilbaka svona síðustu 2-3 vikurnar og raun má segja að hið sama íslensku krónuna, hún hefur svona aðeins styrkst aftur en það eru nokkrir þættir svona sem hafa kannski sem geta, má segja, skýrið þessa veikingu og það fyrst ber að nefna kannski bara það að hér nú bara atvinnulífið og það má segja að þetta sé að sumu leyti jákvætt. Atvinnulífið í það miklum uppgangi núna að við erum að flytja inn meiri vörur, fjárfestingarvörur og við erum að flytja inn meira núna heldur en tímabundið til útlanda og það í sjálfu sér þarf ekki að vera neikvætt, svo lengi sem að það að vera fjárfesta með vitrænum hætti. Kemur til að góðu? Kemur til að góðu, já, einmitt. Og síðan kannski síðan hefur neyslugleðin verið ansi mikil hjá okkur og aftur það kannski svona í það minnsta eftiráhyggja að hefði ekki átt að koma óvart því að við mörg okkar eiginlega byggðum upp einhverja sjóði þegar að við vorum lokuð hér inn í COVID og já... Svona uppsöfnuð útþrá, það hefur aldrei verið svona skuldinni skellt á það að við sem ferðaglöð og það hefur verið uppsöfnuð ferðaþrá. Já, og það kannski, það vegur dálítið á móti þeirri vegur dálítið á móti því innflæði sem að verum að fá augljóslega hvað ferðamenn varðar. Nú, Jón Bjarki Bensson hjá Íslandsbanka, hann benti nú á þá skemmtilegu staðreynd að við erum kannski fyrr á ferðinni núna með að kaupa jólagjafir sem eru oft innfluttar og það kannski hafa einhver áhrif á, svona hefur haft einhver áhrif á gengi krónunnar. Nú og síðan bara einfaldlega vaxtamunur kannski ekki það afgerandi nú og áður. Vextir voru bara nálægt núllunni hjá flestu nágrannaþjóðum lengi vel en núna með hækkandi verðbólgu og hún jafnvel meiri erlendis heldur en hér á Íslandi núna að þá vaxtamunurinn minni þannig að erlendi fjárfestar hafa síður, má segja kannski hvata til þess að fjárfesta til dæmis íslenskum skuldabréfum, fjárfesta einfaldlega í sínu heimalandi og sleppa þá við gjaldeyrisáhættu sem fylgir því að fjárfesta erlendis. Og fyrirtæki, innlend fyrirtæki hér hafa kannski síður hvata því að taka erlend lán þegar að erlend lán augljóslega vaxtastig þar líka aukast. Þannig að svona, það þessi þættir og síðan má kannski segja og það alltaf erfitt að vita þetta því að tölunar koma alltaf töluvert seinna að það verið að fjárfesta lífeyrissjóðir, það að berast tölur að því að lífeyrissjóðir séu að fjárfesta, séu að auka eitthvað aðeins vægi fjárfestinga. Erum við þá að tala að lífeyrissjóðina með sína fjárfestingar erlendis? Já, takk fyrir. Sem þér hafa í rauninni kallað eftir að hafa meiri möguleika að gera? Já, einmitt. Kannski rétt að taka fram að ég í stjórn almenna en ég ekki að vísa hér í einhvers konar innanhúsupplýsingar. Nei. En þetta svona almenn umræða hefur verið á þeim nótum. Einmitt. Og síðan hefur innflæði, svona vænt innflæði sem að skapast af því að íslensk hlutabréf urðu mörg hver hluti af alþjóðlegum vísitölusjóðum. Að það var gert ráð fyrir að það yrði töluvert innflæði af þeim raunveruleika þegar það myndaðist í raun. En það hefur ekki alveg gengið eftir, en það erfitt. Þetta kannski svolítið hulinn heimur því að oft hafa fyrirtæki vísitölusjóðir hafa gert ráðstafanir áður með einhverjum hætti, kannski framvirki samningar, eitthvað því líkt.
til þess að einmitt að hreyfa ekki mikið við gengi gjaldeyris. En við erum alltaf að tala þennan eftirsótta stöðugleika. Þetta ekki, ég meina, ykkur sérfræðingum ber saman að það eru þarna margir kraftar, þetta svona sambland af mörgum ólíkum þáttum sem að hafa þarna áhrif. En þetta kannski ekkit ákjósanlegt að bæði að við erum ekki, þetta margt af þessu ófyrirséð, dálítið erfitt að átta sig á því hvað raunverulega í gangi, en þetta ekki enginn í stöðugleika. Nei, en gjaldeyrismarkaðir hafa heldur ekki bara alþjóðlega gjaldeyrismarkaðir. Þeir hafa ekki þennan stöðugleika og ég held að bara flögt til dæmis á milli dollar, evru, dollar, punds og þannig fram eftir göttunum. Það töluvert meira heldur að flestir halda. Þetta eftirreitur heimsfaraldurs sem við erum að sjá, eða er þetta í rauninni bara eðlilegar sveiflur í þessu árferði? Já, ég myndi flokka þetta sé alveg bara undir vikmarka eðlilegra sveiflna. Og bara svona ef maður lítur sögulega séð, þá það svo erfitt að sjá fyrir sveiflurnar og það þekktaði mér það að bara í desember 2007 þá þurfti Íslendingar að borga 58 krónur fyrir hvern bandaríkjadollar. Sú upphæð var rúmlega tvöfalt hærri 12 mánuðum seinna. Og ég man nú eftir því sko að árin eftir hrun að þá hafði fólk miklar áhyggjur að íslenska krónan yrði stöðugt veik, en síðan styrktist hún og hún var mjög sterk. Ég meina að það ættu nú flestir sem voru eitthvað í útlöndum 2016, 17 og 18. Það var mjög ódýrt að ferðast á og þetta nú bara eitt af því svona sem að seðlabankar vinna almennt, leggja mikla vinnu í. Það að viðhalda ákveðnum stöðuleika, en þó að leyfa gengissveiflum svona, má segja, innan eðlilegra viðmið eiga sér stað. Það má kannski segja að það er alltaf töluverð óvissa hlaðing gjaldmiðlum og bara nýlegt dæmi þegar að breska pundið féll mikið í virði eftir tillögu sem fóru ekkert vel í fjármálamarkaði. En bara það dæmi sem ég man eftir var þegar allir sérfræðingar voru sannfærðir það að japanska jenið, það var ekki spurning hvort heldur bara hvenar og hversu mikið japanska jenið myndi veikjast á móti dollar. Og einhverju 2-3 vikur síðan eftir að þetta var í fjölmiðlum mikið vel, ábyrjandi í fjölmiðlum, að þá styrktist jenið eitthvað 7-8% gagnvart dollar bara á nokkru klukkutímum og sú styrking hélt áfram. Þetta eru svona almennt séð, þá eru fyrirtæki bara svona gjaldeyrisspekuleringar eru bara mjög erfiðar og ég til að mynda, ég hef nú verið að starfa yfir áratug á fjármálamarkaði og hef verið viðlúandi fjármálamarkaði núna í 25 ár. Ég þekki enga manneskju, ég er ekki að segja að hún sé ekki til hér á Íslandi, en ég þekki engan aðila sem varð efnahagsmikið á því að taka stöður í gjaldmiðlum. Þetta eru svo kvikulir markaðir og oft erfitt að átta sig á því bara í hvað átti stefna. Þetta einkennist ekki af mjög árangursríkri spádómsgáfu. Þetta eru þá frekar eftiráskýringar til að átta sig á því hvaða kraftar eru á ferðinni í baksýnisspegli. Það má segja, því að það eru væntingar sem að ráða svo mikið för í þeim efnum og vissulega er kannski hægt að sjá svona einhverja leikni fram í tíman, en þegar íslenska krónan styrkti sem mest á sínu tíma fyrir einhverjum 4-5 árum síðan, ég gerði ekki ráð fyrir þeirri styrkingu á þeim tíma og ég þekki enga sem gerði ráð fyrir þeirri styrkingu. Nú þegar krónan veiktist aftur, það var engin, ég man ekki eftir einhverja spámenn út í bæ að
spá þeirri miklu veikingu heldur. Nei, eða sjá það fyrir. Nei. En áttu von á því að Seðlabankinn, er þetta veiking, af því þú talar þetta sé innan vikmarka og þetta séu eðlilega sveiflur, en er þetta þess eðlis að við getum séð að Seðlabankinn fari eitthvað aðeins að svona að toga í þau tól sem að bankinn hefur? Það kemur ekki óvart og í mínum huga þá er það nú bara hlutverk Seðlabankans að halda ákveðnu stöðuleika. Þegar krónan var að styrkja sem mest þá vannst Seðlabankinn á móti þeirri styrkingu og var töluvert mikið gagnrýndur fyrir það reyndar á sínu tíma. Og nú þegar ákveðin veiking á sér stað þá þætti mér ekkert ólíklegt að það fari í hina áttina, að hann myndi þá vinna gegn þessari veikingu, einmitt til þess að halda þessu innan einhver ákveðna vikmarka. En það segir sig, held ég dálítið sjálft, að Seðlabankinn er nú ekkert að auglýsa mikið hvað hann gerir, því að þá fara bara spákaupmenn að kaupa og selja gjaldeyri bara og með Seðlabanka sem einhvers konar tryggingafélag að stöðutöku þeirra fari ekki á versta veg. Allt sem Ásgeir segir, það hefur náttúrulega bara áhrif út í kosmosið. Já. En fátt er svo með öllu illt. Ég meina, auðvitað ferðafyrstir Íslendingar finna fyrir þessum breytingum á kortafærslunum þegar þeir eru staddir erlendis. En ég meina, þetta eru góða fréttir fyrir okkar helstu útflutningsgreinar, þetta eru góða fréttir fyrir sjávarútveginn til dæmis, eða ekki? Akkurat, og það er, eins og ég sagði á, það er viðskiptahalli, við erum að flytja meira inn heldur en út, þannig að einhvers konar minnskosti á meðan þetta tímabundna ástand, ég gerir ráð fyrir að sé frekar tímabundi heldur en varanlegt, og þessi veiking, hún vinnur vissulega á móti því, og þeir sem eru að fara til útlanda, þeir eru auðvitað spá í því ef að þeir sem fara til Bandaríkjanna, þeir borguðu 130 krónur fyrir dollarin fyrir eitthvað árið síðan, er að borga núna 150 krónur, 145. Það svíður. Þetta svíður og þá það er bara eðlilegt að fólk hugsa með sér, já, ég ætti kannski bara aðeins að draga úr innkaupum í þetta sinn og þetta hefur auðvitað áhrif. Þetta er bara erfitt að spá fyrir þetta. Það er kannski bara megin niðurstaðan, það eru ólíkir kraftar þarna á ferðinni og þessir markaðir eru bara þess að eðlis að það er bara best að horfa á það í baksýnisspeglinum og sjá hvaða kraftar það eru á ferðinni. Já, mín ráðlegging er svo að frekar að tryggja sig í staðinn fyrir að vera í einhverju spákaupum, sko. Já, einmitt. Már, kæra þakki fyrir komuna í markaðinn. Takk fyrir mig. Við segjum þetta þá gott að sinni. Við verðum hér að sjálfsögðu á okkar stað að vikuliðinni fylgist svo með fréttum hjá okkur bæði í Fréttablaðinu og á vefnum allan sólarhringinn. Sjáumst þetta í viku. Verið sæl. Útkall er í boði. Sjóvá, Síldarvinnslunnar og Netto. Góðir áhorfendur, við erum stödd borð í þyrlunni TF Sif yfir Hólahólum á Snæfellsnesi. Netabáturinn Barðinn slæst til í briminu og er strandaður. Eina vonin sem að mennirnir borð, 9 menn eiga, er að vera bjargað af þyrlu. En eru þeir á lífi? Páll Halldórsson, flugstjóri, var þarna í þessari ferð og hann er nú hingað kominn. Velkominn. Takk. Þetta var erfitt að koma hann yfir og þannig að báturinn slæst hann til og frá. Þetta er ekkert líf þarna borð. En hvernig byrjaði útkallið hérna hjá þér morguninn? Einhvern tímann eldsnemma morguninn, sko, þá kveiknar á kalltækinu, sko, og ég heyri strax að þetta er alvarlegt vegna þess að þetta var útkall Alfa. Já. Og ég náttúrulega skrönglaðist fram á rúminu og dró gardínunda frá gluggunum og sá bara éljarganginn.
Útkall alfa þýðir í rauninni, þetta upp á líf og dauða. Þurfið bara liggur við að fara niður á flugvöll og keyra yfir á rauðu ljósi. Já, þess vegna. Já. Nú, áhöfnin bara dreif sig út af flugvöll og var að hitta tvínóna við það og bara dreifum okkur í loftið. Og það var náttúrulega talsverður élagagangur, suðvestanátt og leiðindi. Já. En ferðin gekk bara vel. Allarleið út á Snæfellsnes, við gátum svona flogið í kringum éljaklakkana mestu leyti. Já, svona þræða fyrir þá vegna. Já, við vorum aðeins lengur vegna þess að við komumst ekki beint. En á endanum þá komum við þarna á staðinn. En það voru fleiri aðilar kallaðar út sem ákvaða að fara ekki þarna? Já, ég ekki alveg að skilja það. Náttúrulega varnarliðið hafði nú aldeilis hjálpað okkur í gegnum tíðina. En nú fengum við þau boð að þeir treystu sér ekki vegna veðurs. Já. Og eins að þeir gæti ekki opnað skýlishurðarnar, flugskýlið. Já. Og mér fannst þetta allt mjög skrítið, en allavega þeir... Þeir eru miklu minni vél? Já, þeir eru náttúrulega miklu öflugri þyrlum. Þessari elsku hérna? Já, þessi. Hún er búin að standa sig. Hún er búin að standa sig? Já, en en svo kemur að því að við erum bara komnir á staðinn. Já. Og eins og þú listir þessu í upphafi að við sáum ekkert líf borð, ekki neitt. Nei. En það voru komnir björgunarsveitamenn á bjargbrúnina, Já. En við skulum aðeins fá að heyra í Sigurði Steinari Ketilssyni, sem var spilmaður borð. Við fáum að heyra hvað hann hafði að segja það þegar að þyrlumenn komið þarna á staðinn. Sigurður Steinar Ketilsson, spilmaður, hafði gert sér vonir að það tækist að bjarga minnstakosti einhverjum úr áhöfn barðans stuttu áður en komið var á strandstað. En þangað var komið, blasti við honum átakaleg sjón. Þegar ég sá allt þetta brak í sjónum og hvernig báturinn lá, hugsaði ég ekki nema eitt. Það ekki nokkur á lífi þarna. Ástandið var hræðilegt. Þegar við flugum yfir bátinn fannst okkur allt steindautt þarna niðri. Allt virtist vera búið þarna borð. Við höfum hangið þarna dágóða stund þegar það óvænta gerðist. Skyndilega var hendi veifað úr gættinni á brúadyrunum bakborðsmegin, þar sem að hurðin hafði brotnað af. Það var lífsmark. Og hvað segirðu, Páll? Hvað gerðist svo? Já, það sem gerðist það að Sigurður Steinar, hann sér að það ykkur að veifa út dyrnar á stýrishúsinu. Já. Þannig að við sjáum að það allavega ykkur á lífi þarna. Já. Og við bara lendum strax þarna á björgbrúninni, setjum lækninn, Guðmund Björnsson, bara hendum honum út. Já, til þess að létta vélina. Já, til að létta vélina og bara með sín tæki. Já. En Páll, þarna þessum tíma, það kemur hérna, það veifar hérna inn. Já. Hversum, menn ekki að hugsa líka bara, þetta eini maðurinn á lífi, eru fleiri? Já. Báturinn liggur svo illa hérna á milli í þessum björgum hérna á milli og slæst til og frá, þannig að þetta lítur svo illa út og Já, vissulega, hann var ekki fast skorðaður, þannig að hann var að kastast til og frá, Og sjórinn kominn inn í skipið? Já, algjörlega, og sjóitur gengu yfir bátinn, Já, þannig að menninni voru þarna kaldir inn? Já, ískaldir alveg. Já. Og allavega, þá bara hefst þetta allt saman, þessi aðgerð. Já. Það tengilína svokölluð sem að Sigurður Steinar slaka niður. Já. Og það gekk nú bara furðu vel að hitta á dyrnar í stýrishúsinu. Ekki lóð í tengilínu? Jú, það lóð til að þingja hana. Jú. Þannig að þetta svona til þess að koma sambandinu á. Akkurat. En þarna liggur báturinn á hliðinni. Já. Og það hérna einhver einn gluggi. Já. Sem eiginlega eina vonin til þess að þetta hitta þarna niður í. Já. Og hvað hæðin mikil á þyrlunni þegar það hérna? Já, ég ekki kannski 50-60 feti, eitthvað svoleiðis. 20 metrar. Já, eitthvað þannig. 20, kannski pluss, en þriðjungur af Hallgrímskirkju. Já, eitthvað svoleiðis. Já, en Siggi Steinar, hann hittir. Þetta hátt? Já, þetta hátt, en Siggi hittir þarna innan stýristeinar með tengilínni. Já. Og ég fann mér svona fastan punkt bara í klett þarna, við vorum komnir á rétta staðinn, Já. Og bara
Við treystum okkur svo ekki til að senda Sigmann niður. Það var bara, það hefði verið brjálaði, sko. Já. Má ég spyrja einu? Já. Þú varst í samstarfi við góðan vinnin hann. Já, já. Viltu segja mér aðeins frá því? Frá því? Já. Já, hann býr þarna uppi, sko. Já. Já, og hérna, þannig að hann hjálpar. Hann hjálpar? Já, 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 já. Hvernig fer maður í samband við aðri mátt svona til þess að fá hann til að hjálpa sér á svona augustundu? Maður hugsar bara. Já. Bara hugsar og biður. Já. Já, já, og hérna. Þú situr hann í hægra sætinu. Já. Og ert límdur við bergið þarna hinum með til þess að fá hann að fasta punkt. Já, og það er bara það sem ég einbleini á allan tíman. Já. Og hérna. Til þess að halda alltaf sömu stöðun á þyrlunni. Því að þyrlan, þessi vél, hún gæti ekki stilt sig á eitthvað punkt. Nei. Það er flugstöðin sem þarf að halda henni. Já, þetta er bara allt manuál, sko. Já. Já, já. Og hérna, nú síðan kemur bara fyrsti maðurinn upp. Já. Og mér minnir einhvern veginn að það hafi verið Bergþór. Já. Stýrimaður hann. Og þá fáum við að vita að það séu 9 manns þarna borð. Allir á lífi en allir orðnir mjög kaldir. En hvernig var hann í lykkjunni? Var hann... Ég man ekki hvort hann var réttur í lykkjunni eða ekki, en það voru einhverjir 2 ef ekki 3 sem að settust í lykkjuna. Hvernig leiði ykkur þá? Mjög illa. Já. Það var alveg, það var bara eiginlega það sem að var að fara með mig á tauginni, sko, að vita af þeim sitjandi í lykkjunni, sko. Já. Erum við að missa hennar mann, hann að detta úr, af því þetta er alls ekki leiðin til þess að verða bjargað. Nei. Og þarna á þessum tíma þá var Slysavarnaskóli sjómanna ekki eins kominn til sögunar. Hann var kominn til sögunar en menn voru ekki svona almennt búnir að fara á þessi námskeið, sko. Þar læra menn að setja utan þessi björgunarlykki, bara fer hérna undir armana, þú strappar þig hérna niður og þannig að það herðist að. En þessir ágætu menn, einhverjir sem í lífshættu, gera allt til þess að bjarga sér. Já, þeir bara sitja eins og í rólu, sko, þarna. Já. En þeir leiði ekki vel með þetta? Nei, mjög illa, alveg skítrættur, sko. Já, en þarna er Kristján Þ. Jónsson, spilmaður. Hann er hann að hjánum aftur í og hann er aðstoða Sigga. Hann er að segja þér til hvað er að gerast. Já, það er eiginlega Sigurður Steinar sem er að já, Sigurður Steinar er það, heima sigmaður fyrirgeðu. Já, og hérna, þannig að það gekk allt mjög vel, sko, en það var alveg ískyggilegt, sko, að hugsa til þess að ef það kæmi fleiri svona uppsitjandi, sko. Já. Og bara, ég gæti ekki hugsað að það er enda. Og það er ekkert að koma boðum hann niður. Nei. En ég man það samt að hvort það var Kristján eða Sigurður Steinar sem sagði mér að þegar þeir eru að setja niður fyrir næsta og þeir eru að fara að toga sig eftir því og gera sig líklega að setjast og þá kipptu þeir í. Þeir segja, nei, þú ert ekki að gera þetta svona. Það var eina leiðin. Það var svona bara eitthvað skonar... Já, þeir svona áttuðu sig á því. Já, og það er ekkert að kalla því að það er náttúrulega öskrandi hávaði. Já, ekkert þannig, sko. Það heyrist ekki mannsins mál í rauninni þegar svona vél er yfir. Nei, og breymið og það allt saman, sko. Já. En hérna, allavega það bara gekk mjög vel að hífa þarna 6 menn upp. Í þessa litlu vél. Já, en hérna þá var hann líka kominn alveg á þolmörkum, þannig að við gátum ekki tekið fleiri. Nei. En það hefði ekki verið hægt við sumar aðrar aðstæður að taka svona marga, er það? Nei, vindurinn hjálpaði. Ég menna það. Hann gerði það heldur betur, sko. Já, þannig að vindurinn hjálpar svo mikið að fá afl. Heldur betur, sko, þannig að hérna, það var ekkert annað að gera eftir að þeir voru komnir borð þessir 6. Við svona töluðum saman hvernig við ætlum að standa að þessu og sem betur fer, þá var tengilínan svo löng. Já. Að hérna, ég gæti bara bakkað upp á bjargbrúnina og lent á þess að við mistum, sko, samband við bátinn með tengilíninni, sko. Og þá var þeim bara mókað út þessum 6 náttúrulega og Guðmundur Læknir tók á móti þeim. Já. Og síðan bara byrjuðum við aftur þar sem frá var horfið. Manstu eitthvað til þess að þið hefði haft samskipti við mennina svona hvernig þetta bera sig að svo framvegis, hversu margir væru eftir og ástandið og... Nei, það var nú lítið rætt það, sko. Við vissum frá upp að við væru 9 og þarna voru komnir 6 heilir á húfi og
við bara gengum í þessa 3 sem eftir voru og kláruðum dæmið. Já, en mér langar að spyrja það, svona, það búið að bjarga þetta mörgum mönnum, þið komið á vettvang vonlitlir til að byrja með. Já, það er alveg rétt. Hvernig líður manni svona innra með sig, svona að finna þá tilfinningu? Hún er mjög góð. Já. Hún er bara mjög góð. Það er ekkert annað hægt að segja en það, og hérna mikill léttir og hérna, já, við svona áttuðum okkur á því líka að eftir þessa björgun þá var farið að treysta mjög á okkur, sko. Það fór ekkert að milli mála. Já. Og... Kæri áhörður, við ætlum aðeins að fá að vita meira með þessa litlu ótrúlegu vél hér handan Hotsins. Það er ekki langt. Við höfum gert þetta saman á 60 aðvendum og hlökkum til framtíðarinnar. Bíkó. Til hamingju með sigurinn. Sælir, takk. Þú klárar þetta í lokin á tæknilegu atriði. Eru þetta sætustu sigurarnir? Já, sigur alltaf sigur. Þetta hafðist í dag og maður þetta og ég er svo sem enginn hægt á öðru. Reynslan að tala en svona árangur, þetta gerist nú varla sjálfkrafa. Jú, þetta reynda að gerist alveg sjálfkrafa, sko. Ef þú ert með appið, þá bara kemur þetta sjálfkrafa inn. Nota bara síman, inni, komið. Góður. Sigraðu innkaupin með samkaupsappinu. Nettó. Veturinn er kominn í Laxdal. Glæsi kjólar fyrir flotta viðburði. Hágæða ullarkápur, litríkar dúnúlpur. Laxdal er í leiðinni. Allt sem þú verslar með Netgyro í nóvember og desember getur greitt í febrúar. Þú velur einfallega færslurnar í appinu og færir þær á jólareikning. Í febrúar getur svo valið að dreifa greiðslum. Alveg eins og þér hendar. Netgyro. Örugt og þægilegt. Kolsvört tilboð sem þú gleymir aldrei. Skoðaðu kolsvart tilboðsblað á húsa.is. Húsasmiðjan fyrir þig. Harry Potter og eldbikarinn eftir J.K. Rowling er 4. bindið galdrastrákinn sem kemur nú í glæsilegri, myndskreyttri útgáfu og nýrri textaútgáfu. Bjartur. Lýsum upp skammdegið og sköpum huggulega stemmingu. Rúmfattalagri. Nú geturðu panta lyfið þín á livjaval.is og valið í hvaða apótek þú vilt sækja. Lengri opnunartími í bílaapótekunum. Livjaval, heilsa og hamingja. Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I love my phone. What? You see, I love my phone. And fold. I've always loved my phone. Í nýju útkallsbókinni berjast sjómenn og flugmenn upp á líf og dauða. Spenna, dramatík, háski og íslenskur veruleiki. Útkall SOS erum á lífi eftir Óttar Sveinsson. Metsölubækur í 29 ár. Er ekki bara best að gefa útkall. Gegn gangi leiksins eftir Braga Ólafsson. Ljóðskáld sem setið hefur inni fyrir morð þarf að sýna íbúð sem hann vill kannski ekki að seljist. Meinfyndin og listilega skrifuð skáldsaga. Bjartur. Síldarvinnslan er eitt af stærstu og öflugustu sjávarútvegsfyrirtækjum landsins og byggir starfsemi sína á yfir hálfrar aldar reynslu í fiskvinnslu og útgerð. Fallegar og nærandi gjafir fyrir anda og efni. Verslaðu með hjartanu, svörtu dagsafslættir, systrasamlagið. Íslenskir kalkþörungar fyrir beinin og liðina. Vottaðar náttúruafurðir, hafkalk.is. Góður áhorfendur, hjá mér er Páll Halldórsson, fyrrverandi yfirflugstjóri hjá Landhelgisgæslunni, sem er búinn að bjarga tugum mannslífa á þessari vél hér. Já. Palli, segðu okkur aðeins frá því þegar að þið kláruðuð að bjarga mönnunum á Barðanum. Á Barðanum, já. Það var náttúrulega mikill léttir og
Já, þegar við lendum hérna með þessa síðustu 3 þá kemur nú ljós að skipstjórinn, hann var orðinn bara hættulega kaldur, sko. Já. Þannig hann svo eini sem að við flytjum svo bara tökum borð og flytjum á Borgarspítalann, sko. Já. En björgunarsveitirnar sjáum hérna 8, sko. Já. En mér langar svo að spyrja svona, þú veist, það eru 9 mannslíf þarna. Já. Þessi menn áttu ekki möguleika nema að vera bjargað úr þyrlu. Það alveg staðreynd, sko. Það bara staðreyndin. Þetta var eina leiðin. Þetta góð tilfinning svona innan með manni þegar maður það það, sko. Og líka bara, sko, hvað maður þakklátur að þetta gekk svona vel, sko. Já. Það var ekkert gefið. Nei. Þetta var náttúrulega bara samhent áhöfn sem að klárar þetta. En þú og Benani Ásgrímsson og Sigurður Steinar Ketilsson voru búin að byggja þessa þyrlusveitu upp þannig að það voru æfingar og æfingar og æfingar og þetta var ekkert alltaf sjálfsagt? Nei, alls ekki, sko. Og ég held ég verði bara að koma því að eftir, sko, slysið í Jökulfjörðum sem var náttúrulega 1984. 83. Já, fyrir ekki. Rosalega mikið áfall. Já. Og þá var hreinlega ekkert gefið, sko, að þessi þyrla til dæmis til. Nei. Og það var engin stemning í þjóðfélaginu og meira að segja innan gæslunar. Voru menn sem að segja bara, láta bara varnarliðið sjá þetta. Þetta var svo mikið áfall að missa þessa vél og þessa áhöfn. Já. Í Jökulfjörðum. Hræðilegt, sko. En einhvern veginn, sko, við Benóni og Sigurður Steinar, við gengum bara á milli ráðherra og þingmanna og formanna í hinum ýmsu sjómannasamtökum, sko. Já. Og það verður úr að það ákveðið að kaupa þyrlu. Já. Upp úr því ég gerður sem sagt flugrekstrarstjóra og við 3 félagarnir, við bara tökum fast á þessu öllu, bara markvissar æfingar voru í fyrirrúmi fyrir öllu öðru, sko, nema náttúrulega útköllum. Og þetta hefur bara verið mjög gæfuríkt. Já. Ég myndi segja það. Já. Svo kynntist ég ykkur sem blaðamaður á sínum tíma. Jú. Mér fannst þið æðislegir töffarar. Já, var það ekki? Allir með yfirskegg. Alveg. Og mér langaði að gera bók. Já. Og það var 1994 þá verður þessi bók til. Akkurat. Og fyrsti maðurinn sem ég tala við og hér með get alveg sagt áhörðinu það að Páll nánast guðfaðir útkalls bókaflokksins og Benani Ásgrímsson. Já. Og ég mjög stoltur af því að hafa gert þetta með ykkur en þarna í þessari bók meðal annars var þýskur flugmaður. Já. Á lítilli vél, svona ferjuflugmaður. Já, ferjuflugmaður, já. Sem hann var svona búinn að fljúga vestan að það ekki? Jú, komandi bara frá Ameríku, sko. Já, og var orðinn vægasett eldsneytis lítill. Já, það sem verra var, sko, að annar hreyfillinn var dött á öðrum hreyflinum, sko. Og hann gat ekki fjadrað skrúfuna, þannig að það var svo mikil mótstaða að hann var að keyra þennan eina hreyfill sem var í gangi alveg á fullu afli. Já. Og hann flýgur hann bara svona í 500 fetum og við töluðum við hann og ég gaf hann stefnu á Reykjavík og svona fullvissaði okkur að hann ætti nóg eldsneyti, já, hann ætti alveg nóg. Og þannig að við gerum okkur samt klára, sko. Bara fljúum bara vinstramegin við hann, opnum hurðina, gerum segumanninn kláran ef eitthvað skyldi koma upp á. Já. Og hann hefur alltaf búinn að sleppa orðinu, sko, þegar það segist það var nóg eldsneyti og allt í fínu, þá bara allt í hennu sjáum við hann bara dæfa bara svona niður, sko, stingast á nefið í sjóinn. Já. Vélinn kemur upp aftur. Já. Og þetta virkaði það mikið högg, sko, að við vorum bara hræddir hann hefði kannski rótast eða bara dáir hreinlega. Og dyrnar á vélinni eru svona fyrir aftan vænginn og það Magni, Vilbergur Magni sem fer það niður og ég segja við hann, sko, þú fer ekki fram í að sækja hann, sko. Nei. Ef hann kemur ekki sjálfur í dyrnar þá sko, bara resing keyrðu því ekki, sko. Þá hefði hann getað farið með. Já. Nema, sko, Vilbergur, hann lendir á vagnum, vinstri vagnum, og þá bara í sömu svifum, þá bara opnast bara hurðin, sko. Já. Og mætir honum þarna alblóðugur maður. Já.
nefbrotinn og illa krabbúleraðar í framann og hérna og Magni bara setur á hann lykkjuna 1, 2 og 3 og hérna hífum hann upp. Þetta tók kannski svona 3 mínútur sko. Já. Og þegar hann komin borð og búinn að jafna sig, þá henta hann að við færum niður og settum ferðartaskunni hans. Já. Ég sagði nú bara við hann, já, við ræðum það bara seinna sko. Já. En hann var mjög þakklátur þegar upp á staði sko. Já. Já. En þetta eina skipti sem ég hef hort á flugvél sem sagt bara stingast í sjóinn sko. Já. Og þetta verður gríðarlegt eins og Geysiskos. Já. En þessi vél, hún var í mikilli baráttu með ykkur og svona það var svo tæft oft í að aflið var svo lítið. Já. Og það var alltaf verið að berjast fyrir að fá stærri vél og svo framvegis. Þannig að þetta eins og var erfitt oft, það ekki að komast ekki? Jú, ég stundum sagt sko að hérna bestu útköllin eru þau sem við komast ekki í. Það hérna, þá það naga neglurnar og byrju efast hérna, sko, getum við þetta ekki. Já. Og það liðu 10 ár frá því að við fengum þessa. Já. Og þar til að Puman kom. Já. Og þvílík bylting, sko. Fullbúin hérna afvísingar, búnaði og gátum farið nánast í hvað sem sko, þannig lagað. Já. Og þannig að þið hefðið oft þurft frá að hverja. Svo náttúrulega bættist við í flotan og þetta gríðarlega góður kostur. Þetta var orðinn mjög góður kostur, sko. Já, þessi hendar náttúrulega mjög mörg, hérna, í mörgum tilvíkum, sko, sem að Puman þurftum ekki á henni að halda. En að hafa Pumana, það var bara, þetta var bara ævintýri líkast að þetta skildi allt vera orðið að veruleika. Já. En þú hefur mikla tilfinningar til þess að þyrlu og ég reynda líka, ég var búinn að skrifa það mikið þetta og ég var staddur út í Þýskalandi í júlí 2007 út í Hamborg þegar ég var símhringingu. Nú. Og það satt Óttar T.F. Sif, hún fór í sjóinn. Já. Í Straumsvík. Ég nánast fór bara að gráta, sko. Ég veit það. Það var bara hræðilegt. Það var hérna, það var sorglegt. Já. Mjög sorglegt að horfa á eftir henni, sko. Já. En hún á flugsefninu á Akureyri. Hún náðist upp. Já. Og það var ekkert að nota hana. Nei. Því það var komið svo mikið sjór í allt saman. Jú. En hún núna á flugsefninu á Akureyri. Já. Ég nánast grét og gleði þegar ég sá hann aftur. Já. En hérna. Já. En svona þegar þú lítir yfir, sko það ekki langt síðan að þú fyrst fálkaorðina fyrir velunnin störf í þágu þjóðar. Ómetanleg störf. Já, núna í síðastliðið, síðast ári var ekki? Já. Og þannig að svona, það var, þú varst vel að því komin. En þegar þú horfir svona tilbaka, ég meina, ertu sáttu við ferilinn? Já, ég get ekki annað, sko. Nei. Get ekki annað, bara ótrúlega heppinn, sko. Já. Og hérna hafa fengið til dæmis að fljúga TF1 fyrstu þyrlunni. Og hérna, það svona mjög skemmtileg bara, þú veist, minning. Já. Og alls konar ævintýri sem maður komst í þar. Já. Já. Þá varstu einn eða hvað? Já, það var bara einn. Þú varst bara einn á? Já, bara einn. Og hérna, já, svo voru náttúrulega, sko, við vorum í alls konar verkefnum, bæði viðdavinnu og gæsluflugi, meira að segja, svona, á grunnslóð. Já. Alls konar vinnu bara, mjög skemmtilegt. Já. Þú flaugst líka lengi á Fokker-vél gæslunar í... Já, sko, ég meira að segja svo gammallið hettin að ég flaug, sko, TF hérna fjarkanum, sko, líka. Já. Og hérna mest ævintýrið í flugvélunum, sko, ef við tala ekki þyrlurnar, það var þegar við fengum Albatrossana hérna árið. Það var alveg sjóflugvél, sko. Já. Alveg ævintýr út af fyrir sig. Og svo Fokkerinn, jú. Já. Segðu okkur aðeins hérna frá stofnun læknadeildarinnar hjá gæslunni og svo líka, þú veist, þið voru samheldinn hópur og svona margt svona frumstætt á sínu tíma. Já, vissulega, sko. En hérna,
Það voru vandræði sko strax með þessa að það voru einhver læknar sem við gátum gengið að sko ef eitthvað kom upp á. Já. Og það kom fyrir til dæmis að það var bara hringt upp á Borgó. Er eitthvað sem getur farið með okkur? Já. Og já, það er eitt hérna tilbúin að fara ef það og við flugum þá bara lentum bara hérna við Borgarspítalann og það kom bara læknir hlaupandi út á hvítum slopp og hvítum klossum sko og bara hentum borð og farið með hann sko. Já. En síðan þróast þetta og það er Ólafur Þ. Jónsson, yfirlæknir á Sæðingadeild, Borgó, hann er eiginlega sko sá sem að formar þessa sveit formlega á sínum tíma. Og þetta náttúrulega breytti öllu. Það var alltaf læknir á vakt með áhöfninni, hann var bara partur á áhöfninni. Þeir tóku sko þátt í öllum æfingum. Alveg frá upphafi til enda og hafa hérna náttúrulega bjargað mörgum landsliðum bara við það að vera borð sko. Já. Og hérna skal ég segja þér líka það var svo mikilvægt að þeir gátu svona metið skilurðu, þurfum við að fara í þetta eða þurfum við ekki að fara í þetta. Já. Það skipti gífurlega miklu máli sko. Hvernig útkallið yrði? Já, hvernig verður útkallið? Þurfum við yfirleitt að fara, sko. Og hérna, þannig að þetta var bara algjör bylting, sko, þegar læknavaktin komst þá. Já. Algjörlega. Mér minnist þetta fyrsta nafnið í þessari bók, fyrstu bókinni, er Alma Möller. Alma Möller. Hún var hérna með ykkur? Já, og hérna. Þyrlulæknir? Já. Ég skal nú alveg viðurkenna það hér að ég var ekki hrifinn af því að fá konur þannig í flugdeildina, sko. Þetta var náttúrulega kallrembustaður. Já. En hérna, hún stóð sig alveg gífurlega vel. Já, og Helga? Helga, já. Þar voru þannig nokkrar bara mjög öflugar. Frábæra konur? Alveg frábærar. Já. Og hérna, já. En eins og ég segi, ég var ekkert heillaður af því að fá konur hérna. Þetta var sem sagt, það var kallastaður. Já. En þetta er breytt í dag? Sem betur fyrr. Flott flugdeild sem eigum. Já, mjög flott. Frábært fólk. Já, alveg. Frábært tækjakostur. Já, allt bara heldur. Já, þetta eru bara miklir frammenn og verður alltaf betri og betri. Já. Kæri áhörður og kæri Palli, takk fyrir komuna. Verið að deila þessu öllu saman með okkur. Í næsta þætti verður annað útkall. Í þessum þætti af Bíóbæ sjáum við flugvélakempur, kíkjum í heimsókn í skrítinn heim og lítum yfir sögu teiknimynda Disney. Veru velkomin í Bíóbæ og að vanda komin heim frá Bandaríkjunum. Árni gestur, fastagestur. Já, ég laug smá í síðustu viku þegar ég sagði að... Úpsi. Það var tekið upp áður en ég fór til Bandaríkjanna. Og horfðirðu á eitthvað úti? Herri, já, ég fór í Alamo Drafthouse. Hvað er Alamo Drafthouse? Það er bíókeið í Bandaríkjunum sem sýnir bara svona svolítið mikið af nördamyndum svona. Ég horfði þess að á Casablanca sem er æðisleg mynd. Það er alltaf þá sem maður ekki séð. Þetta er alltaf ekki fyrsta sinn sem ég sé hana en fyrsta sinn sem ég sé hana á stóru tjaldi. Og þetta er eins og svona, þetta virkar eins og algjörðu veitingastaður. Það er að segja, þú byrjar bara og sest niður og svo pantaru mat, pantar drykki og koktela eða hvað þú vilt. Er það alltaf einhver þjónar og einhver að koma á meiri mynd? Þau eru bara í, þú veist, þau læðast bara einhvern veginn framhjá. Alveg? Já, og svo er þetta alveg svona rosa mikil lógík með það hjá þeim að það bannað að tala, bannað að vera með neins snjalltæki og þú veist, ef einhver er að trufla, þá er hann bara hent út, sko. Já, ok. Þú veist, þannig að þeir eru alveg bara, þeir eru rosa mikið
með það í huga einhvern veginn, svona upplifunina. Mér fannst þetta geðvegt, þetta var ógeðslega dýrt, en þetta var algjör snilld. Ég mæli með fyrir alla þá sem er að fara til útlanda, eða til Bandaríkjanna sérstaklega, að kíkja í Alamo Drafthouse. Alamo Drafthouse? Og ég er ekki að fá borgað fyrir að auglýsa þessa keðju. Nei, það verður líka mjög skrítið að þið myndir borgað fyrir þetta plugg. Herri, ég horfði á bíó. Já. Horfði á bíó. Já, ok, fórstu fyrir utan Sambíón Já, ég stóð fyrir utan Sambíón. Vá! Horfði bara á pósterana og labbaði bein. Já, geggjað. Nei, ég horfði á Weird, Al Yankovic story. Já! Daniel Radcliffe. Radcliffe segir aftur. Rottukletturinn mættur aftur. Rottukletturinn. Já. Hún er geðveikt skemmtileg og geðveikt skrítin og svo ekki skemmtileg og svo skemmtileg aftur. Ok. Ég hef búin að heyra að þetta væri svona, þetta er eins og sé að gera grína parodíum, en þetta er samt, þú veist það er að segja þetta er allt lygi, eða ekki? Jú, mestamegnis, en alltaf Weird Al skrifar þetta sjálfur. Hann skrifar myndina, hann leikur í henni líka, hann leikur aukahlutverk og það er eins og þetta sé bara parodía af bíómynd og þetta er bara cameo-mynd út í gegn. Það eru bara söngvarar og aðrir leikarar í hverju horni. Ok, skemmtilegt. Það er svona Fyndu söngvaran, fyndu leikaran. Conan O'Brien er í mjög skemmtilegu litlu hlutverki þarna. Ok, ég hlakka til að sjá hana. Allavega, hún er silly. Bara mjög silly. Silly Billy. Hún er rosa silly. En við þurfum að fara að tala um það sem við ætlum að tala um. Já. Sem við ætlum að tala um teiknimyndina Skrítinn heimur. Skrítinn heimur. Eða Strange World. Já. En við ætlum að byrja á flugvélamyndinni Devotion. Í Devotion fylgjumst við með 2 orrustu flugmönnum hætta lífi sínu í Kóreustríðinu og verða einhverjir dáðustu flugmenn flughersins. Devotion er frumsýnd 25. november og er sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói, Háskólabíói og Sambíónum. Devotion, ekki fyrsta flugvélamyndin í ár. Nei, og meira þess að deila þessar 2 stóru flugvélamyndir í ár sama leikaranum. Já, Glenn Powell. Glenn Powell sem hljómar eins og countrysöngari í Bandaríkjunum. Ég kannski bara sláði saman með Glenn Campbell sem er einn af mínum uppáhalds, en Glenn Powell, já, mér finnst eitthvað svo hljómar svo... Hann leikur semst í Top Gun Maverick. Já, hann leikur í Top Gun Maverick líka. Hann er komin aðeins eldri vél núna. Já, hann fór aftur í tíma. Í Kóreustríðið. Það er ekki margar kvikmyndir sem hafa verið um Kóreustríðið. Nei, nefnilega ekki. Þetta er svona falið. Ég veit eiginlega ekki neitt um Kóreustríðið. Nei, ég veit að pabbi George í Seinfeld var í Kóreustríðið. Já, ok. Það er allt sem þú veit. Það er allt sem ég veit um Kóreustríðið. Það er að þessi fake persóna í gamla þáttunum Seinfeld var í Kóreustríðinu. I had an affair with a Korean woman. Það sem ég veit Kóreustríðið er að aðalleikarinn Jonathan Majors, karakterinn sem hann leikur, var fyrsti litaði maðurinn í sjóhernum. Já, flughernum. Flugherinn náttúrulega heyrir undir sjóherinn í bandaríkjahernum. Eins og við ræddum heldur líka í Top Gun Maverick. Já, þetta er bara saga fyrsta litaða mannsins í flughernum. Ok. Er hann fyrsti litaða maðurinn, en hvað með þessa hérna sem að George Lucas gerði myndunum? Voru þeir ekki í seinni heimsstyrjöldinni? Ég veit, mér skoðst með það sem ég las. Þeir voru kannski ekki, þeir voru bara í stríðinu, þeir voru ekki í sjóhernum. Já, kannski komist ekki í gegnum. Já, voru líka bara, þú veist, þeir voru bara, já. Það var hérna Tuskegee hermennirnir. Eins og ég segi, ég var ekki upp á þessum tíma. Nei, algjörlega. Eina sem ég hef fyrir mér er internetið í þessum málum, þannig að ég takið öll með fyrirvara. Já, við skulum gera það. Jonathan Majors, hann er hérna í, þú rættir nú hann í... Kang eða Kongara. Já, rættir hann í Marvel umræðuninni. Já. Hann er að fara að koma í Marvel heiminn. Hann bara verða einn aðal vondikallinn í Marvel heiminum, svo er hann að fara að koma var í Creed 3. Já, hann var líka í þáttum sem að ég hefði átt að sjá, en hef ekki haft tækifæri til, sem heita Lovecraft Country, sem eru svona HBO þættir sem að draga innblástur sinn frá verkum Lovecraft. H.P. Lovecraft. H.P. Lovecraft, sem að var rasisti, en ég meina, hei. Sælla minni. Já. Þú veist, hann fyrir ákveðin tíma sem hann hugsa bara svona, já. Við spáum hvort þetta sé tvenna þessa árs, sem við töluðum einu svona svona bíótvennu. Tvíburamyndir. Já, tvíburamyndir. Hvort þetta séu tvíburamyndir þessa árs? Já, ég myndi ekki alveg kalla þetta tvíburamynd, eða það? Ætli þeir hafi farið í þessa mynd og þeir vissu að Top Gun Maverick hvað er að fara í gang? Gæti verið og bara ákvaða að vera með sama leikara. Já, hringdi hann, komdu til okkar. Gerðu bæði. Já. Nei, bara,
ég hef ekki tekið, þetta er á hverju ári. Það eru tvíburamyndir á hverju ári. Það er enda rétt. Ég hef ekki tekið eftir neitt þessu ári, þú veist, þetta var svona hoppað. Það var náttúrulega sko, þegar Top Gun kom út, þá var tvíburamynd sem var það ár, sem heit Iron Eagle. Já, alveg rétt. Og það var tvíburamynd Top Gun, þannig að það ættirunni hefði átt að koma Iron Eagle endurgerð eða Iron Eagle framhald svona til að kórona þetta sko. Nei, þau ákvaðu að fara í Devotion. Devotion. Sko, núna var ég út í Bandaríkjunum og þar var þetta þessi mynd var út allt. Það er að segja, það voru trailerar og auglýsingar og plaggöt og ég var svolítið hissa út af því að fyrstu svona tilfinningi mín fyrst ég sá trailerin fyrir þessa mynd og ég meina þetta lúkar mjög vel. Var samt að þetta væri, þú veist, ég veit ekki, mér fannst þetta einhvern veginn, ég tekti hvoran leikarinn þannig, þetta er engin svona, þetta er ekki heimsfræðileikarar. Og mér fannst þetta að vera saga sem þú veist, það aldrei heyrt þetta og þetta er með kórustríð og ég var svolítið svona, verður þetta vinsæl mynd? Svo var ég úti og þá var þetta einhvern veginn, ég hugsaði, ok, þetta verður kannski bara eitthvað svaka negla, sko. Kannski er þetta ástæðan fyrir það að blási svona út markaðsbudgetið sitt út af því að þeir höfðu ekki stjörnukraftin í stórum leikara, þeir höfðu ekki þekkt stríð eða þekkt þetta er ekki Dunkirk eða neitt svona. Þetta er ekki svona eitthvað með nafni, þetta er þessi bardagi. Þetta er ekki D-dagurinn. Já, einmitt. En það er sem gaman að sé vera kvikmynd ykkur stríð sem hafa áður ekki verið svona allavega ekki gerð. Ég meina, var ekki Mas í Kóreustríðinu líka reyndar? Var það? Ég hef aldrei hort á Mas. Nei, aldrei ekki. En ég hef heyrt að það endist ennþá vel. Já. Félagi minn er nýbúnur að horfa á Mars aftur og sagði að þetta var ennþá geggjað. Já. En við þurfum að fara alltaf áfram. Já. Við ætlum að tala með teiknimyndina Skrítin heimur. Í Skrítin heimur fylgjumst við með Cleits fjölskyldunni. Góðsagnakendum landkönnuðum fara í svaðilför sem að mun reyna á fjölskylduböndin. Skrítin heimur er frumsýnd 25. nóvember og er sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói, Háskólabíói og Sambíónum. Skrítin heimur eða Strange World. Já. Ný Disney-mynd. Ný Disney-mynd. Ein af 15 sem kemur á hverju ári. Já, allavega, 15 myndum sem framleiddar eru undir Disney-hattinum sem er orðinn ansi breiður. Já, hann er góður som breiður. Já, eftir að þeir keyptu Aliens og Die Hard og allt það, maður svona, ok, það er bara alla myndir eru Disney-myndir núna, en allt í lagi. Náttúrulega bara þeir keyptu Fox og fengu bara allt. Já, fenguðu bara allt sem Fox hefur gert, bara síðan 1910 eða hvernig það fyrirtæki var stofnað. Já, sem er ágætt að kaupa. Já. En já, það er ný teiknimynd frá þeim og þetta er ekki framhald og ekki endurgerð. Sem er gaman. Já, þetta er eitthvað nýtt. Eitthvað nýtt og ég held að það gæti verið út af handritshöfundunum og leikstjóranum. Já. Þegar leikstjóranamyndinni er Don Hall. Já. Og hann leikstýrði líka Raya and the Last Dragon. Já. Og Big Hero 6. Já. Og var líka meðleikstjóri á Moana. Einmitt. Sem eru allt ekki byggt á gömlu. Mikið rétt. Þó svo að maður myndi segja að innblástur hafi verið dreginn, þetta er eins og til dæmis Big Hero 6, ég ætla að fara að segja Big Hero 6, hljómar ekki nóg vel, Big Hero 6, hún var dreginn, fekk innblástur sinn frá japanskum anime. Já, og þú veist, þetta var svona þeirra tilraun til að gera svo. Moana er náttúrulega innblásinn af þjóðsögum á Hawaii. Algjörlega. En þetta virðist vera bara eitthvað algjörlega nýtt. Af þessum myndum finnst mér Big Hero 6 skemmtilegust. Já, ég á eftir að sjá einhverjar af þeim. Mér fannst Big Hero 6 fín. Ég var fyrir smá vonbrigðum. Ég var með ákveðna ímynd að þetta yrði einhvern veginn meiri svona vináttusaga milli hans og vélmennisins. En svo var þetta allt í eitthvað svona teymi og ég var svona, ok, þetta er ekki alveg það sem ég held. Ég var held ég bara að setja upp fyrir framhöld og... Já, einmitt. Og út af að hún var pínu flopp, hann kom aldrei framhald. Það voru gerðar teiknimyndaþættir. Já, ok. Bara svona sem að Don Hall líka skrifaði. Já, ok. Það sem með þessa mynd og það sem virðist vera við flestar af þessum myndum sem reyna að gera nýja heima, þetta er eins og Avatar, svona svolítið ég fann fyrir þessu líka með Avatar, er að það er eiginlega ekkert hægt að gera neitt sem er eiginlega skrýtnar en okkar eigin heim. Því það er, þú veist, ef maður fer og horfir á náttúrulífsmyndir, maður getur verið bara, þú veist, er þetta til í alvöru? Þú veist, bara, hvað er þetta? Og svo eins og í Avatar, maður horfði á, hann lendir þarna á þessari eyju, nei, í plánetu þarna, og svo kemur eitthvað kvikmyndur og ræðst á hann, og maður hugsaði, þetta er blanda af seli og fisk. Nei, seli og ketti, skilur þetta, og þau voru með einhvern veginn svona fiskur og köttur blanda saman til að búa til eitthvað skrýmsli. Og maður gat einhvern veginn púsla svo mörgu saman, og ég gerði þessum trailer, ég horfði á þetta, ég var svona, þú veist, þetta er eins og þetta pluss þetta, skilur við. Þetta er einhvern veginn ekki algjörlega nýtt. Mér fannst þið vera líka að búa til Strange World og reyna að búa til eitthvað, þeir vildu reyna að gera eitthvað alveg out there, alveg nýtt og fest, en
Það einhvern veginn ekki hægt. Nei. Og þessi blob vera, þetta var bara eins og blob. Já, þetta var bara eins og blob og ég hugsaði, þú veist, þetta skemmtilegt kannski fyrir krakkana, þú veist. Sem hafa ekki séð blob frá 1920. Já, kannski verður þetta skemmtilega þegar maður sér hana í heild, þú veist. En þetta allavega eitt af þessu sem ég minnst vera svolítið svona í þessum myndum sem reyna að gera eitthvað svona nýjan heim. Maður hugsaði, þetta nú bara eins og undirsjávarmynd eða eitthvað. Ég veit það ekki, þetta allt svona. Það kannski ekkert skrýtnar en okkar eigin jörð, sko. Já, það ekki bara innblásturinn af flestu bara, já. Hvað er þú, Titan After Earth, þannig að teiknimyndin sem þau gerðu, það var endur ekki Disney. Jú, það var Disney, ég man það ekki. Það var þau sprengdu jörðinni í byrjun á myndinni og svo voru vondukallarnir, þeir voru bara eitthvað svona orka með svona svartholi þar sem hausinn Það var eitthvað sem ég hafði aldrei séð á þér. Já. Þeir voru svona blá, þeir voru gerðir úr svona bláu rafmagni með svona svartan einhvern veginn haus. Mér finnst alltaf skrítið að fara ekki leikara á teiknumyndum út af því að allir talaði að vera svona voice-over. Já. Að vera rödd í teiknumynd bara besta starf í heimi. Þú ferð inn í 2-3 daga, tekur upp, ferð fullt af pening og... Já, einmitt. Ert svo bara einhvern veginn... Svo bara... Þetta er bara búinn. Og svo allir eitthvað, þessi í myndinni eitthvað. Já. Ég var í náttslopp inn í einhverjum klefa í 2 daga og það er allt sem ég gerði. Það er mismikill áhugi sýndu fyrir þessu. Þeir eru nú sumir hverju. Ég held að ég vil sé vídeo af The Rock þar sem hann var alveg... What can I say except you're welcome for the tides, the sun, the sky. Hann var rosa inn í þessu, sko. Þannig að hann fekk að syngja. Já. Aldrei að vita nema að segja ykkur poptónlist í þessu líka. Ég veit það ekki. Lin-Manuel Miranda. Gerir hann tónlistin í þessu? Nei. Hann cameo í Weird Al Yankovic. Ok. All right, nurse, let's call it. Allavega. Eina ástæðan að koma að tala leikarana er að Jake Gyllenhaal og Dennis Quaid tala fyrir sitt karakterinn. Já. Þeir tala fyrir feðga í þessari mynd. Ok. Og þetta er í annað skipti sem að þeir hafa verið feðgar í bíómynd. Það er rétt. Ég man eftir þeim sem feðgar í Day After Tomorrow. Day After Tomorrow. Roland Emmerich gleðinni. Við þurfum bara að fara að henda okkur í smá pásu. Já. Ég var að spá í það sem að ný Disney myndi að koma. Já. Hvort við eigum aðeins að setja smá rapp, borða yfir Disney. Disney teiknumyndir. Disney teiknumyndir, ok. Það er ekki bara. Bíðið eftir Disney. Og þá er komið að spurningu dagsins. Hver var fyrsta teiknumynd Disney í fullri lengd? Marabou Dime Bites. Marabou. Prima. Ómissandi með steikinni. Prima.is. Hver var fyrsta teiknumynd Disney í fullri lengd? Það var Mjallhvít og dvergarnir 7 frá árinu 1937. Verið velkomin aftur. Árni, þú ert ennþá hérna? Já. Disney? Já, Disney teiknumyndir skemmtilega kannski að tala um. Já, við ætlum ekki að henda okkur í út af að við ætlum að reyna að tala um Disney núna. Já. Þá erum við ekki að fara í Marvel, við erum ekki að fara í Star Wars. Nei. Það er orðið allt of mikið að tala um. Við ætlum að tala um Disney eins og það er í heild sinni. Nei, þannig að við ætlum að tala svolítið bara um sögu Disney teiknumynda í fullri lengd. Já. Þær eru orðnar 61.
Já, sem sagt sko... Þessi nýja sem að koma núna, Strange World, það 61. Disney myndin í fullu lengd. Þar samt með talið myndir sem að blanda saman bæði teikningu og ekki teikningu. Já. Samkvæmt allar skilgreiningunni þeirra. Telst inn í 12 teiknumyndir. Já. Og líka myndir eins og Song of the South eða The Reluctant Dragon sem ekki algjörlega 100% teiknumyndir, heldur líka... Who Framed Roger Rabbit fellur undir þetta? Já. Til dæmis? Einmitt. Og það slatti teiknað í henni? Algjörlega. En þetta byrjaði náttúrulega á fyrsta fullri lengdu myndin hjá þeim, fyrsta mynd í fullri lengd. Eins og þið vitið. Eins og var að koma fram í þættinum. Það var Mjallhvít og dvergarnir 7. Nákvæmlega. Frá 1937. Hey! Og það var sko, það tók þessum 3 ár að gera aðra, en þú veist, þeir náttúrulega voru að vinna örugglega í þeim á sama tíma. Já. Og það var náttúrulega Gosi og Dumbo. Og Fantasia kemur á það milli, Fantasia kemur... Já, sko, það bara, mér langar svolítið, þetta smá útúrdúr með að tala bara um Disney. En mér langar að tala um Walt Disney og Fantasíu. Því að það var alltaf svona passion project, sko, draumurinn hans var alltaf að gera mynd sem að myndi sameina klassíska tónlist og teikningar og reyna að koma því inn til krakkana, þú veist, og það var alltaf í gamla daga voruð með Silly Symphonies og þeir voru alltaf með litlu teiknumyndirnar sem voru gerðar í synki við klassíska tónlist og hún langaði alltaf að gera það á einn stærri skala. Og hann gerði Fantasíu og hann var bara, þetta er bara ævistarfið mitt, þetta er draumurinn minn að gera þetta. Gerir Fantasíu, hún ekki nógu vinsæl, þá bara gerir hann ekkert aðra. Nei. Og þá finnst mér fyndið að hugsa ég, ok, draumurinn var svolítið ekki að gera þessa myndir. Draumurinn var bara að græða peninga á því að gera þessa myndir. Þú má ekkert tapa peningum. Meiri þess ástríðu verkefnið þitt, má það ekki einu sinni tapa peningum. Það sko að renna yfir listan af Disney-myndunum. Já. Og það, þú veist, það kemur þetta kapli sem ekkert svona mynd, þú veist, þessar stóru myndir. Svo bara 1950, þá kemur þú veist, Þyrnirós, Lísa í Undralandi, Pétur Pan. Einmitt. Svo byrjar þetta Lady and the Tramp, Hefðarfrúin og umrenningurinn. Já, Hefðarfrúin og umrenningurinn. Einmitt. 101 Dalmatíuhundur. Nákvæmlega. Sverði í steinunum. Mary Poppins kemur svo, náttúrulega það telst með eins og við vorum að tala um myndir sem eru bæði. Það mjög skemmtilegt með þarna dansatriði, það sem að, hvað heitir hann áttur? Dick Van Dyke. Dick Van Dyke. Það sem Dick Van Dyke að dansa og tekur buxurnar niður og eins og mörgæs. Já. Ekki girði niður um sig. Já, bara horfðu þú á einhver uncut útgáfa Mary Poppins og sem Dick Van Dyke eitthvað girða niður um sig. Ég Dick! Nei, það sem hann svona tekur buxurnar niður til að vera eins og mörgæs og að dansa svona með teiknuðu mörgæsum. Já. Og þegar það var upphaflega planað, þá átti mörgæsinn að dansa með honum, þú veist, með honum. En hann dansaði svo skringilega og ramminn var svo þröngur að teiknararnir voru bara við komum ekki mörgæsunum fyrir. Þess vegna þau að dansa svona í kringum hann og hoppandi yfir lappirnar á honum og undir og milli og í kringum hann. Þeir eru bara svona að reyna að vinna með það bara? Já. Já, ok, þannig að þeir skutu þetta vitlaust í rauninni. Já, þetta var fyrst skipti sem voru að gera þetta. Já. Nei, reyndar ekki. Anchors Away með Gene Kelly var búinn að dansa. Gene Kelly var búinn að dansa með Mikka Mús. Nei, Jenna. Í Tom og Jenna. Þannig að þeir voru búnir að gera teiknimynd og live action saman og það var mér sem mjög flott, þeir voru með sko teiknuði endurspeglunum á honum í gólfinu og allt sko, það var mjög flott sko. Ok. Mér langaði svolítið til að tala um þegar Disney fóru ekonomískari leiðir í teikningum. Já. Þegar að leikstjóri sem heitir Wolfgang Reitherman tók svolítið við hjá þeim eftir að Disney fjall frá. Var mjög reiðurmann. Reiðurmann. Hann hann gerði einhverjar bestu myndirnar að mínum mati, einhverjar skemmtilegustu myndirnar. Hann gerði Aristocats. Já, gerði Robin Hood. Og það var ekki Bang-Simon líka? Jú, hann var í kringum, já, hann gerði Bang-Simon líka og hann gerði, að mig minnir, gerði hann líka 101 Dalmatíuhundur. Jungle Book líka, minnir mig. Já, Jungle Book, einmitt. Hann gerði bara einhverjar svona bestu myndirnar á þessum tíma. En hann endurnýtti endurnýtti animation í rauninni, endurnýtti kvikun á milli mynda. Þannig að það kemur danssena sem bara alveg eins og danssena í Jungle Book og eltingarleikur sem alveg eins og það voru einhverju, ég pældi ekkert í þess að ég var krakki. Mér fannst þetta bara geggja. Það er líka einhvern Mér fannst Aristocats ógeðslega skemmtileg og svo var einhver að benda á, þú veist, einhverju svona sem að horfa á alla myndirnar, kannski bara hlið við hlið, voru bara að býta, þetta er alveg eins á milli mynda. Og eina sem hann breytti var bara... Ekki svipað, bara alveg eins, nákvæmlega eins. Þetta er bara mismunandi karakter en gera nákvæmlega sömu hreyfingar. Nákvæmlega sömu hreyfingar, nákvæmlega sami, sko, þú veist, það er svona eltingarleiksena sem eru með svona hlut. Í annarri myndinu er
það Mowgli og í hinni það held ég held að sé bara eitthvað dót sem þau halda og þeir svissa út fyrir Mowgli í Jungle Book. Þú veist, þau eru að eldast með hann svona fram og tilbaka á skjánum og það er nákvæmlega sömu hreyfingarnar á milli hjá persónunum. Ég held að það sé líka í Mowgli og mér minnir, ég vona ég sé ekki að bulla og það þurfa að koma eitthvað svona yfir andlita á mér með þessa mynd, og Bangsimon. Sem er að labba, þar sem hann lappar upp á eitthvað tréstump og sest svona niður og hinum megin er hann lappa upp bara eitthvað klett eða eitthvað. Já, það er sem sagt, það er Jungle Book og það er sami og líka útlitið á þeim er eiginlega alveg eins. Útlitið á til þess að geti passað. Já, til að þetta gangi. Og hann gerði mjög mikið af þessu á þessum tíma. Og þessa myndir, þó svo þessi frábærar, voru vinsælar en þetta er akkurat þetta leyti sem þetta hrynur, sko. Og í rauninni byrjar ekki að koma upp aftur fyrir en Litla Hafmeyjan. Sem er 89. Já. Og það var rauninni myndin sem kom með teiknimyndirnar hjá Disney tilbaka, sko. Því að þetta var bara búið að vera, það var enginn búinn að fara á þetta. Sverðið í steininum kom ekki Sverðið í steininum heldur The Black Cauldron. Ég veit ekki svona hvort það nokkuð tíma verið gefin út á íslensku, sko. En hlýtur eiginlega að vera. Svo þú veist, Brave Little Toaster, ég man eftir henni. Já, það var samt, þú veist, ég er ekki eins og vissum hún að koma í bíó. Ég held að þetta hafa bara verið svona spóla, sko. Og svo var Oliver & Company sem hann, hvað heitir þetta, Piano Man? Hann gerði Billy Joel. Gerði hann ekki, ég held að hann hafi gert tónlistina fyrir þá mynd. Já, gæti verið. Og ég meina þeir voru alltaf að reyna, en það er ekki fyrir að gera Litlu Hafmeyjuna sem þeir duttu einhvern veginn inn á sem formúlu aftur. Já, og þá hugsuðu þeir, ok, við þurfum að fara að gera kannski aftur, taka gamla sögur, gömul ævintýri. Það gerðu Beauty and the Beast, Aladdin, Lion King. Já, Lion King. Pocahontas. Já, þetta er sturlaða myndir, sko. Og þannig erum við konur í 95. Já. Hvað gerist 95? Þá kemur Toy Story. Þá kemur nýr kafli í Disney. Já. Og mér finnst sá kafli vera frábær, ótrúlega flottur, en það er stórt en. Og það er að myndirnar eldast ekki það vel. Nei, það er nefnilega komið á óvart. Í huganum voru þetta bara þegar myndnar eru. Ég er sammála. Svo lítum við tilbaka og horfum til dæmis á Toy Story 1 og Bugs Life. Bugs Life, já. Það líta ótrúlega illa út. Já. Það er bara ótrúlega einfaldar, allt er gett smooth. Já, og eiginlega ekkert í bakgrunnum og það tók svo langan tíma að animata það. Einmitt. Bara allt svo tómt. Allt svo tómt. Þetta er farið að líta út eins og svona ódýrar teiknimyndir, svona tölvuteiknimyndir í dag. Já. Svona virkilega svona ódýrar sem er bara hent saman. En á þessum tíma var þetta alltaf rosalega afreg. Já. En þetta bara eldist ekki það vel. Þannig að þú veist, krakkar í dag kannski hafa gaman að þessu, en einhvern veginn hugsa ég að ef þau bera þetta saman við, þú horfir á Moana eða eitthvað og fer svo og horfir á Bugs Life, þá einhvern veginn hugsaðu að hvað... Bara himinn og haf. Já, himinn og haf, þetta er bara eins og eitthvað drast. En þú veist, á sama tíma eru þau líka að gera Hercules og Mulan. Já. Svo kemur Treasure Planet og þá, hún floppaði svo illa. Og þá eru þið að blanda líka 3D. Já, þeir voru með svona 3D inn í þessu einhvern veginn, sko, en hún floppaði svo illa og þeir hættu að gera teiknimyndir þangað til að þeir gerðu eina og það, ég var svo mikið að vona þegar hún kom út að hún yrði vinsæl og það var Princess and the Frog sem var aftur fyrsta svona handteiknaða teiknimyndin þeirra í langan tíma sem kom út árið 2009. Hún floppaði líka. Það er ekkert langt síðan ég sá hana, kannski bara 2-3 ár sem ég sá hana í fyrst skipti. Já. Og ég bjóstu meir af handteiknaðri Disney-mynd. Ég skil alveg af hvernig hún floppaði, hún hafði gott potential en hún náði ekki að standa undir því. Ég held bara þegar við hugsa með sér, vitið það, Studio Ghibli, sem náttúrulega þetta leyti sem að þeir eru að floppa, þá er Studio Ghibli að gera Princess Mononoke, Spirited Away. Og vinna Óskar með Hálsmóðin Castle. Nei, já, vinna Óskarinn fyrir Spirited Away reyndar. Vinna er ekki líka að vera Hálsmóðin Castle? Nei, en voru tilnefndir. Já, sem sagt, það eru myndir sem eru að slá í gegn á gagnrýnendum og þeir hugsaðu bara með þessu, ok, hættum þessu handteiknandóti, það er svo mikið mál, förum bara all in í tölvubrellur, tölvuteikningar og þeir hafa verið svolítið þar og þessi mynd sem er að koma Hafa þeir farið úr því? Já, bara einu sinni með Princess and the Frog. Það er eina myndin sem að síðan þeir byrjuðu, það er síðasta svona alvöru handteiknaða myndin. Og þeir voru á einum tímapunkti, og ég er hissa þeir hafi ekki gengið lengra með það, þeir voru á einum tímapunkti búin að þróa nýjan tölvuteiknistíl sem leit út eins og handteiknað. Þetta er svona 2014-15, þá gerðu þeir mynd sem heitir, ég man ekki hvað hún heitir, hún var sem sagt gerð, hún var 3D animated, en hún leit út eins og hún væri handteiknuð. Og með sömu einhvern veginn textúrum öllu og mér fannst það geðflott. Er þetta jólamyndina? Nei, það var bara stuttmynd. Já, ok. Og lítil 3 mínútna stuttmynd. Ég hef séð allar
Disney og Pixar stuttmyndirnar, þær eru yndislegar. Já, þær eru æðislegar, sko. En ég hélt einhvern veginn að þeir myndi elta þennan stíl meira og gera kannski mynd í fullri lengd, en þeir gerðu það aldrei. Og mér finnst það synd. Já. Ég er bara forritinn með að sjá líftíman á þessum töluteiknumyndum. Já. Og hvernig það mér eldast? Þú veist, fyrstu myndin eru strax orðnar úreltar. Ég er að segja, ég man eftir að sjá Shrek í bíó, mér finnst hún geðflott. Og svo horfði hún í dag og þetta er eins og eitthvað svona, bara PlayStation 2 tölvuleikur eða eitthvað. Já, það er einmitt. Ég átti Bugs Life tölvuleikin í PC. Já. Og núna er þetta bara mjög svipað. Mjög svipað í dag. En takk kærlega fyrir að tala teiknimyndir og fleira. Já. Það er náttúrulega hellingur þarna sem við mistum af, en það er bara þannig, við höfum lítinn tíma. Þegar við höfum bara 13 mínútur til þess að tala allar Disney-myndirnar, þá er það svolítið erfitt. Það er það. Takk fyrir. Takk fyrir það. Og þið sem heima sitið, takk fyrir að hlusta okkur tala Disney og fleira. Fáðu okkur dæm, farið í bíó og bless! Góðan dag. Má ekki bjóða ykkur fréttablað dagsins? Við erum byrjað að dreifa því í alla búðir, alla betri búðir. Gjörðu svo vel. Njóttu. Má ekki bjóða þér? Gjörðu svo vel. Njóttu. Má bjóða þér blað dagsins? Við erum byrjað að dreifa fréttablaðinu mun víðar en áður, meðal annars í helstu matvörubúðum landsins. Frítt eintak fyrir þig. Já, komið þið sæl og blessu og velkomin með okkur í íþróttavikuna hérna á Hringbraut. Ég ætlaði að byrja þessu núna. Þá ætla ég nú bara að alla mér aftur. Lewandowski, Thomas Müller, Goretzka. Þú mátt sjá bara alla þessa leikmenn, af því að þeir spila alla leiki líka. Maradona og hann var alltaf með styttuna, þetta er miklu flottari myndir en það sem við fáum í dag á köfnum. Frá fyrstu kynnum ég annað og talaðir til mig. Þátturinn Matur á heimili verður á dagskrá á Hringbraut alla þriðjudaga klukkan 7 í vetur. Endilega fylgist með. Komið sæl og velkomin á fréttavaktina miðvikudaginn 23. nóvember. Í þættinum er þetta helst. Formaður VFR segir kjaraviðræður í uppnámi eftir að Seðlabankinn hækkaði stýrivexti fyrr í dag. Meginvextir Seðlabanka standa nú í 6%. 40% ungmenna á Íslandi upplifa mismunun samkvæmt nýrri skýrslu UNICEF, en hana má einkum rekja til fátæktar sem takmarkar þátttöku í samfélaginu. Guðmundur Ágúst Kristjánsson hefur leik á morgun á sterkustu mótaröðin í golfi í Evrópu, DP World Tour. Hann er annar Íslendingurinn sem nær þessum glæsilega árangri. Og veðrið á morgun, austan og norðaustan 8 til 15 en sumstaðar 13 til 18 metrar, sunnanlands og á Vestfjörðum. Víða rigning einkanlega eystra.
hiti 3 til 8 stig að deginum. En við hefjum leika hér í suðupotti frétta dagsins. Þau eru komin hingað til mín Erla María og Ragnar blaðamenn. Velkomin bæði tvö. Hei. Erla, byrjum aðeins á, við höfum verið að svona fylgjast með fréttum síðustu daga af þessum hreyfingum og væringum í undirheimunum og það slær óhug af fólki, held ég að sé óvægt að segja, og það var svona, í gær var mikið verið að tala um að vara fólk við því að vera á ferðinni helgina í miðbænum. Var þetta kannski dálítið fumhlaup eða er ástæða til þess að hafa áhyggjur af þessu? Sko, það er alveg ástæða til þess að hafa áhyggjur, held ég. Það sem lögreglan hefur gefið út að þeir ætla að vera með aukinn viðbúnað helgina og þeir verða væntanlega mjög sýnilegir í miðbænum. Þannig að þetta skjáskot af einhverju skilaboðum sem fór manna á milli, bara eins og eldrum sinnum netheima í gær. Þar sem að það verið að segja það að þeir sem urðu fyrir árásina á Bankastræti Club síðustu helgi, að þeir væri að hyggja á hefndir og væru að skipuleggja einhvers konar hnífaárás sem ætti þá beinast annars vegar gegn dyraverðum og hins vegar gegn almennum borgurum. En það vakti líka athygli að myndband sem fór í dreifingu í gærkvöldi, var það ekki í rauninni, sem frá árásinni, sem að hafa verið lekið frá lögreglu. Þetta hlýtur að kalla okkur viðbrögð á þeirra hálfu, eða ekki? Jú, það bara fór myndband, þannig að seint í gærkvöldi, fór myndband á stað og grunnsemdir fóru fljótt að bera stað lögreglunni því að þetta er náttúrulega myndband tekið af tölvuskjá og þar sést ýmislegt sem gæti bent til þess að lögreglan eða einhver starfsmaður lögreglunar hefði lekið þessu myndbandi. Þarna var árásin sýnd alveg í beinni, nákvæmlega eins og þetta þróast. Þarna hlaupa niður fjöldi fólks, fjöldi manna, 27, og hlaupa þarna inn í VIP-herbergi sem 3 aðilar eru fyrir og þarna hefst bara þvílík stunguárás og þetta er frekar hryllilegt myndband svona að mínum mati þegar ég sá þetta sko. Já, og svo var eitthvað í gangi í nótt líka, það ekki? Jú, þetta virðist engan endahelt taka því að það varu slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu var kallað út í tvígang rétt laust eftir miðnætti, annars vegar í Fossvoginum og hins vegar í Hafnarfirði. Í öðru tilfellinu var þetta reyksprengja og í hinu tilfellinu var þetta eldsprengja. Og lögreglan hefur staðfest að báðar þessar árásir, þær tengjast þessu máli á Bankastræti Club. Ég held að sem margir allavega sem hugsa þannig að þetta er alltaf ógnvænleg þróun og kannski ólíkt því sem við höfum séð áður, held ég. Heldur betur. Þessu litla öruggalandi okkar. Já, og svo einmitt líka var yfirlæknir á bráðamóttökunni var í samtali við Fréttablaðið og hefur sagt að það verður bara ákveðið viðbrögð, þau verður viðbragðsstöðu helgina. Hjúkrunarfræðingar hafa verið kallaðir mögulega á bakvakt helgina því það gæti verið einhvers konar aukið álag vegna þessar spennu sem í undirheimunum. Ókvæmlega þróun. Við fylgjumst áfram með þessu og þið náttúrulega gerir það allan daginn og eru vakin og sofin yfir þessu. Ragnar, þú varst í dálítið öðrum verkefnum í dag. Þú varst að fylgjast með fundi það sem að Bjarni Benediktsson satt fyrir svörum, ekki rétt? Jú, hann kom fyrir stjórnskipunar og eftirlitsnefnd og það var verið að taka þar fyrir alls konar spurningar varðandi þá skýrslu Ríkisendurskoðunar. Margumrædda. Hinn margumrædda og það er þá þetta seinna tilboðsferli sem að verið að spyrja aðallega út í. Og það er þarna verið að tala alls konar hluti eins og mögulega var bara að góma hvort að innlendir aðilar hefðu mögulega keypt í gegnum erlenda aðila og svo líka einnig bara persónulega ábyrgð ráðherra og annað sem hefur verið í deglunni í þessu máli. Vakti athygli að hann talaði að þessi aðferð þó rauninni hann standi fast á því að þetta hafi verið vel heppnað allt saman, þessi sala á eignarhlutunum, en þessi aðferð ekki notað aftur. Jú, hann í rauninni staðfesti það þarna fyrir framan nefndina að það myndi ekki vera farið aftur tilboðsleiðina og hann segir að meðal annars sé það vegna þess að við búum bara einfaldlega of litlu samfélagi. Já, að nándin sé of mikil og þar alveg hendi ekki að gera þetta með þessum hætti. Nei, en hann fer samt einnig inn á það að almennt útboð, það líka hefur sína kosti og galla. Það getur verið mjög tímafrekt og það geti í rauninni, það er ekkert endilega betra Nei, var hart sótt að hann á þessum fundi? Því að það hefur verið mikil hiti, sérstaklega inn á þingi. Já, það var nokkuð hart sótt að hann þá aðalega Sigmar Guðmundsson og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, þingmaður Pírata og náttúrulega Sigmar fyrir Viðreisn. Það var aðalega hún Þórhildur sem saumaði á honum svolítið og meðal annars spurði hann hvort að hefði konan hans mátt kaupa í útboðinu sem að faukaði hans í Bjarna þegar hann fékk þessa spurningu.
En hann stendur keikur, það er ekkert á milli mála. Það er af nægu að taka vettvangi dagsins, segjum þetta gott. Sinni, kæra þakkir bæði tvö fyrir að koma í fréttavaktina. Við ætlum hins vegar núna að setja augun dálítið á stóra mál dagsins sem hlýtur að vera stýrivaxta hækkun Seðlabankans frá því morgun. Gerum það með Ragnari Þór Ingólfssyni sem að koma sér fyrir hjá okkur hérna í settinu. Já, það voru margir sem vöknuðu við það í morgun að Seðlabankinn var búinn að hækka stýrivexti 0,25%. Í rauninni kannski gegn því sem að margir höfðu spáð að vöxtum yrði haldið óbreyttum núna meginvextir Seðlabanka 6%. Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VFR, komin hérna bara svona þín fyrstu viðbrögð við þessari ákvörðun. Það er margir sem að segja þetta hafi komið á óvart. Já, þetta kom verulega óvart, þar sem að Seðlabankinn hafi nú talað það að boltinn væri svolítið hjá verkalýðshreyfingunni eða hvað við segja, aðilum vinnumarkaðarins. Þetta kom á óvart og þetta voru líka gríðarleg vonbrigði, sérstaklega vegna þess að vinnan sem hefur verið unnin núna síðustu daga hefur lofað góðu. Þarna hefur verið að vinna og tala inn í ákveðnar hugmyndir sem að styðja við sameiginlegt markmið að ná niður vaxtastigi og verðbólgu. Og það sem gerist í rauninni í morgun að Seðlabankinn í rauninni ýtir þessu öllu út af borðinu. Þannig að kjaraviðræður sem eru í gangi, þeir eru í miðjum sjó. Þú vilt meina að þar hafi bara séð til lands? En þetta þýðir þá vantarlega að allt komið að byrjunarreit aftur? Já, svo sem ekki byrjunarreit. Allar þær hugmyndir sem við vorum að ræða og vorum að vinna, sem eins og ég sagði, að ég kannski teki ekki svo djúpt í áruna að við vorum farin að sjá til lands, en vinnan gekk mjög vel og það voru allir að vinna af miklum heilindum og við vorum að vinna þarna með ákveðnar hugmyndir sem að lofuðu mjög góðu og hefðu getað talað mjög sterkt inn í vinnuna síðan áfram við að ná hér niður verðbólgu og vöxtum. En Seðlabankinn í sig, hann sópar þessu öll út á borðinu og virðist vera í einhverju sólói sem að fæstir virðast hafa nokkurn skilning á hvert að fara, sérstaklega í ljósi þess sem að gerast í kringum okkur. Við tökum til dæmis Þýskaland. Það verðbólga 11,6% og stýrivextir 1,5 til 2%, við segjum 2%. Hér verðbólga 9,4%, 6,4% ef við notum samræmdu vísitöluna sem notuð í Evrópu. Þannig að verðbólga hér mælist lægst í Evrópu ef við notum samræmdu vísitöluna. Hér voru stýrivextir að fara í 6%. Og það er alveg ljóst í mínum huga að Seðlabankastjóri og peningastefnunefnd undirstrika, svo ekki verið umvilst, að hér er unnið fyrir fjármagnið og fjármagnseigendur og hér verður í lagi að fórna fólkinu á altari hárra vaxta, ef svo má segja. Og þetta er bara afskaplega dapurlegt, sérstaklega í ljósi þess að hér hefur verið milljandi hagnaður fyrirtækja. Til dæmis 2021 var metár í hagnaði fyrirtækja. Allra atvinnugreina, allar stærri fyrirtækja gengu vel og voru með afkomubata. Hagnaði fyrirtækjana voru 2011 480 milljarðar, 480.000 milljónir til þess að reyna að setja þetta í eitthvað samhengi. Árið 2022 lítur ennþá betur. Bankakerfið skilaði 82 milljarða króna hagnaði í fyrra. Hreinar vaxtatekjur 2021 inn í bankakerfinu voru 70 milljarðar árið 2021. Fyrstu 9 mánuðina eru 90 milljarðar. Hreinar vaxtatekjur bankana hafa á þessum tíma, síðasta ári, aukist 18 milljarða og stefnir í að hreinar vaxtatekjur aukist 24 milljarða á þessu ári. Og þess vegna finnst ykkur þetta að vera óskiljanleg ákvörðun á þessum tímapunkti viðræðna. En hvað þýðir þetta fyrir ykkars félagsmenn? Þetta þýðir þá vantarlega bara eitt að þið þurfuð að sækja harðar fram í ykkar kröfugerð eða eitthvað? Það þýðir það einfaldlega. Við skulum ekki gleyma því að 2019 gerum við stöðugleika samning og kallaða lífskjarasamningurinn. Þar lögðum við megin áherslu að ná niður kostnaði við að lifa. Eins og við sjáum til þess fólk á leigumarkaði, ef að leiga, húsaleigan eða afborgunar að láni hækkar 30.000 skall, þá þarf ég að semja 50.000 launahækkun til þess að standa undir þeim kostnaður auka. Hér hefur verðlag farið upp úr öllu hófi. Við erum með stríðsástand náttúrulega í Evrópu og erum að koma út úr heimsfaraldri og við vitum allt það.
En staða atvinnulífsins og fyrirtækjanna hefur aldrei verið betri, ekki í sögunni. Og alveg sama, við getum tekið sjávarútveginn, útflutningsgreinarnar sem hafa oft verið viðmið, hvort það sem finnst álið, þessi járnblendið, sjávarútvegurinn, ferðaþjónustan, hún er á betri stað heldur var 2018 þegar það var metár. En samt eigum við og launafólk að fara að bera einhverja ábyrgð á herðum sér út af einhverju framtíðarsýn Seðlabankans, þar sem að við sjáum einhvern veginn allt í kringum okkur, alveg sama hvar við drepum niður, hvort sem að sé hið opinbera, stjórnendur sveitarfélaga, opinberi starfsmenn, æðstu stjórnendur fyrirtækja, arðsemiskrafa bankana og fyrirtækja. Það er allt í blússandi botni. Við erum að koma út úr lífskjarasamningnum sem var stöðugleikasamningur. Svo fáum við þetta í baki núna frá Seðlabankanum. Og staðan er einfaldlega þannig að það sem þetta þýðir að eftir 12 til 24 mánuði eru að losna 380 milljarða lánastabbi hjá fólki sem hefur frist eða er með vaxtafristingu á óverðtryggðum lánum. Já, festu vextina eftir að Seðlabankastjóri mælti með því. Þetta þýðir það að eftir 12 til 24 mánuði þá er þessi risastóri hópur sem er að detta út úr fristingu að fá hækkun og afborgun hjá sér upp á 150.000 kall á mánuði. Þetta er það sem er að gerast. Þetta er það sem við erum með í fanginu. Og tala nú ekki um þá sem að fristu ekki vexti, þeir finna náttúrulega fyrir þessu núna, þar sem að lán og afborgun í lána hafa hækkað langt umfram það sem við fengum út úr síðasta kjarasamningi. Skilaboðin frá Seðlabankanum eru því miður þau og ég veit að þetta eru stór orð að við gengum frá borði í dag niður í Karphúsi þar sem við vorum að reyna að ná samningi við Samtök atvinnulífsins og gekk vel, ég tek það fram, það gekk ágætlega. Við erum búin að boða samninganefndir eins og bara okkar samninganefnd mun hittast í kvöld og samninganefnd SGS og Landssambands verslunarmanna mun líka hittast og þar eru bara kalla eftir umboði til þess að slíta viðræðum og fara í aðgerðir. Það er raunni bein afleiðing af þessari vaxtaákvörðun í morgun? Að sjálfsögðu, vegna þess að markmiðið okkar með því að ná þessu saman núna af fullum vilja frá okkar samninganefndum, af fullum vilja frá Samtökum atvinnulífsins. Það var góð stemning, myndi ég segja, undir verkstjórn ríkissáttasemjara að það sem við vorum að reyna að vinna að var framtíðarstef inn í lægra vaxtaumhverfi til þess að geta gripið fólkið okkar sem er að detta úr vaxtafristingum á húsnæðarslánunum á næstu 12 til 24 mánuðum að geta náð að taka á móti fólkinu inn á leigumarkaði sem að þarf frekari stuðning, að þarf að setja leigubremsu, að þarf að gera fullt af hlutum, aukin í barnabótakerfi, við vorum að ræða fullt af mjög bara góðum og uppbyggilegum hlutum. Allt út frá þessari hugmyndafræði að skapa hér stöðuleika, búa hér til farveg og svigrúm fyrir lægra vaxtastig og lægri verðbólgu sem að er lág í samhengi þessara samræmdu vísitölu. En þessari hugmyndafræði var sjálfkrafa rauninni sópað út á borðinu með því að Seðlabankinn stígur hér fram. Hann hefur og sagðist hafa kastað boltanum til okkar. Hann kastar boltanum núna beint í andlitið á okkur og þetta er þá bara niðurstaðan að ég á alveg svona á því að samninganefndirnar ákveði bara hér að slíta viðræðum og fara í hörð átök. Komumst ekki lengra með þetta. Þetta áttir að draga dilkásið eftir sér ugglaust næstu daga. Ragnar, kæra þakki fyrir komuna í fréttavaktina. Við ætlum að taka okkur örstutt hlé og komum aftur hér handan auglýsinga. Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I love my phone. What? You see, I love my phone. And fold. I've always loved my phone. Ertu byggingarhugleiðingur, límtréshús, færanlegar húseiningar, bogahús, gámahús og stálgrindarhús. Byggjum betur. Easy.is. Við höfum gert þetta saman á 60 aðvendum og hlökkum til framtíðarinnar. Bíkó.
Eftir að ferðaþjónustan fór að ganga svona rosalega eftir 2010 upplifði ég að það var eiginlega bara erfiðara að halda áfram, að kynna sig. Það var bara allstaðar var komið hestaleigur og hestaferðir og við þyrftum að finna okkur sérstöðu. Og sérstaðan þá eiginlega það dýrmætasta sem við eigum. Ég svona skrifstofumaður en alltaf í vinnugalla því að ég alltaf líka að vinna. Við erum bara endalaust að þjónusta, við erum persónuleg þjónusta bara allan daginn. Stofn vildarþjónusta Sjóvá. Á hverju ári fá tjónlausir viðskiptavinir okkar stofn endurgreiðslu og þannig hefur það verið í rúm 25 ár. Sjóvá. Gerum tryggingar betri. Blank pages become the story. Time flies in slow. Introducing new Peroni Nastro Azzurro, 0.0%. Superior taste, zero alcohol. Gegn gangi leiksins eftir Braga Ólafsson. Ljóðskáld sem setið hefur inni fyrir morð þarf að sýna íbúð sem hann vill kannski ekki að seljist. Meinfyndin og listilega skrifuð skáldsaga. Bjartur. Bónusréttur mánaðarins alvöru íslenskur grjónagrautur á aðeins 598 krónur kílóið. Bónus, það munar minna. Viltu hætta að hrjóta á einstaklega þægilegan hátt? Ergo Motion kynir Ergo Sportive stillanlegt smart heilsurúm með innbyggðum hrotubana, nýjustu útgáfu af Antisnor. Ergo Sportive mælir svefnið þinn og gefur honum engun. Til þess að fá heildar yfirlit yfir heilsuna allan sólarhringinn í þartilgerðu appi þá fylgja 2 Garmin heilsúr með hverju rúmi. Bók fyrir heimilið.